Góðan daginn, velkomin á framboðsfund Austurfréttar Austurgluggans fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026 í Fjarðabyggð. Ég heiti Gunnar Gunnarsson, ritstjóri Austurfréttar og ætla að stýra fundi hér í dag. Ég ætla að byrja á því að ræða aðeins fyrirkomulag fundarins. Austurfrétt stendur fyrir einum sameiginlegum fundi í Fjarðabyggð. Við sendum hann út og tökum við spurningum rafrænt. Með þessu fyrirkomulagi viljum við tryggja að allir íbúar hafi sér jafnastan aðgang að fundinum, bæði að sækja hann og spyrja spurninga. Leiðbeiningar hvernig spyrja má spurninga eru aðgengilega gegnum frétt á forsíðu Austurfréttar. Í kerfinu er hægt að sjá það spurningar sem komnar eru inn og kjósa með þeim sem eykur líkur að þær verði bornar upp. Við undirbúning fundarins kom fram ósk frá fleiri en einu framboði að halda hann í Neskaupstað og hann yrði opinn gestum að minnsta kosti að hluta. Til þess þurfti að leysa úr ákveðnum tæknilegum málum og það tókst eftir hádegi í gær. Þess vegna erum við með gesti hér í sal sem gleður okkur að sjá. Við munum byrja fundinn á stuttri framsögu frá hverju framboði. Eftir þær förum við í spurningar sem borist hafa gegnum netkerfið. Við munum ekki ná að koma öllum spurningum á framfæri, en við reynum að gera okkar besta og við eigum að geta komast í gegnum töluverðan fjölda af spurningum, ef vel gengur. Í lokin tökum við eina umferð af spurningum frá gestum í sal. Við gerum ráð fyrir að það verði upp úr 1:30 og fundinum ljúki rúmlega tæplega 14:00. Við erum með 4 framboð, Framsóknarflokk, Sjálfstæðisflokk, Samfylkingu og Miðflokk, sem óskuðu eftir því að vera ekki raðið upp í stafrófsröð hér á sviðinu eins og alltaf og eru því í röðinni mér frá hægri til vinstri BDSM. Við ætlum að byrja að bjóða, þetta var ekki þetta góða brandari. Við ætlum að bjóða frambjóðendur listana á að kynna sig og við byrjum frá hægri. Sælu verið þið. Birgir Jónsson heiti ég. Ég gegni starfi skólameistara Verkmenntaskóla Austurlands og í öðru sæti á listan. Þuríður Lillý Sigurðardóttir heiti ég og oddviti Framsóknarflokksins hér í Fjarðabyggð. Ég sauðfjárbóndi í aðalstarfi og svo bæjarfulltrúi. Takk að það. Já, Húnbói Sólon Guðnórsson heiti ég og verkefnastjóri á Síldarvinnslunni hér í Neskaupstað og bý hér og í 4. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins. Komið sæl, Ragnar Sigurðsson heiti ég, oddviti Sjálfstæðisflokksins og framkvæmdastjóri og formaður bæjarráðs. Stefán Þór Eysteinsson og oddviti Samfylkingarinnar og annars félagshyggju fólks hér í Fjarðabyggð. Fæddur uppalinn hér í Neskaupstað og starfa mín daglegu störf hjá Matís, þar sem ég starfa sem fagstjóri. Góðan daginn, ég heiti Hjördís Helga Seljan Þórðardóttir og bý á Reyðarfirði. Ég kennsluráðgjafi hjá skólaþjónustunni og bæjarfulltrúi og skipa annarsætið hjá Samfylkinguna og öðru félagshyggju fólki í Fjarðabyggð. Halló, ég heiti Hrafn Bjarnason og ég oddviti Miðflokksins. Ég verkefnastjóri hjá Síldarvinnslunni og já, Alma næst. Já, góðan daginn, ég heiti Alma Sigurbjörnsdóttir. Skipa annars sæti á lista Miðflokksins. Ég bý á Reyðarfirði og ég starfa í skólaþjónustu Fjarðabyggðar. Takk fyrir, þá ætlum við að fara í framsögur. Ég er búin að gera ráð fyrir 2,5 mínútu á hvert framboð. Ég reyna að gefa þeim til kynna úr sal hvenær þau var nálgast sinn tíma eftir 2 mínútur. Við letum tölvuna raða upp af handahófi rauða listana í framsögu og hún verður akkurat öfugt við það sem að við töldum upp með byrjum, það er að segja MSDB. Þannig að Miðflokkur byrjar. Hrafn, gerir svo vel.
Já, góðan daginn og takk fyrir að koma á fundin til okkar og þakkum Austurglugganum fyrir þeirra framlag hérna. Við erum flokkur sem erum að koma ný hérna inn í sveitarstjórnarmálin. Við erum listin okkar er skipaðar af fólki sem ekki kannski mjög vant í sveitarstjórnarmálum en við höfum mikla reynslu úr atvinnulífinu og þekkjum samfélagið okkar hérna vel. Við viljum hafa það leiðarljósi að setja hagsmuni Fjarðabyggðar í forgang. Við þurfum að verja hérna störfin, við þurfum að einfalda stjórnkerfið, auka skilvirknina. Við viljum endurskoða leikskólamálin, við þurfum að fækka skráningadögum, við þurfum að endurskoða sumarlokanum leikskóla. Það er ýmislegt þar sem fólkið hérna hefur áhyggjur af. Við viljum standa vörð um hjúkrunarrými og við viljum standa vörð um þau úrræði sem eru í boði hér fyrir eldri borgara. Við þurfum að standa vörð um þá þjónustu sem hér til staðar. Við þurfum að fara í samgöngumálin, við þurfum að berjast fyrir Suðurfjarðavegi, Suðurfjarðagöngum ef það á við. Við þurfum auðvitað að fá þá hreint hvernig sú framkvæmd geti komið hérna tímalega séð. Það verður auðvitað frábær framkvæmd að fara í. Við viljum efla markaðssetningu Fjarðabyggðar, við viljum fara inn í þá vegferð að auka hér ferðaþjónustu með það að leiðarljósi að styrkja samfélagið, auka fjölbreytni. Með aukinni fjölbreytni þá teljum við getum náð hérna í meira fólk á svæðið. Við þurfum að auka þjónustuna, við þurfum að auka fjölbreytni í menningarlífinu. Við viljum yfirfara og lækka rekstrarkostnað í sveitarfélaginu. Við þurfum að fara hérna inn í fasteignirnar okkar, við þurfum að yfirfara þær. Við erum með 70.000 fermetra fasteignum, samborið við það Reykjavík með 250.000, svo við höfum gríðarlegt magna húsnæði. Og við teljum þessu tækifæri í rekstrinum, það þarf að fara yfir hverju byggingu, það þarf að fara yfir kyndikostnaðinn, við þurfum að fara í varmadæluvæðingu. Það er ýmislegt sem við getum gert hérna til þess að straumlínulega reksturinn. Og við viljum leggja okkar á mörkum hérna í Fjarðabyggð, við viljum fá að láta til okkur taka og við þykjum væntum þetta samfélag og við sjáum fyrir okkur að búa hér í framtíðinni. Takk fyrir. Næstur er Stefán Þór Eysteinsson frá Samfylkingu og öðru félagshyggjufólki. Bara að byrja að þakka Austurglugganum fyrir að setja þetta upp fyrir okkur og þakka ykkur auðvitað öllum fyrir komuna. Nú, við hjá Samfylkingunni og öðru félagshyggjufólki í Fjarðabyggð, við viljum einfalda daglegt líf fólks og hluta því sem við viljum gera er að við viljum setja skólamálin í forgang. Við þurfum að endurskoða leikskólamálin í Fjarðabyggð. Við þurfum að skapa sátt þessi mál og það gerum við með raunverulegu samtali við fjölskyldur, við starfsfólk leikskólana og atvinnulíf. Við þurfum líka að styðja við grunn- og tónlistarskólan okkar og það viljum við gera með því að efla samráð þróun skólastarfsins okkar. Við viljum líka efla frístundastarf með því að hækka frístundastyrk og á sama tíma þurfum við að tryggja að aðgengi að íþróttum og tómstundum sé jafnt óháð því hvar fólk býr í Fjarðabyggð. Á sama tíma þá þurfum við að efla þjónustu við fatlað fólk og við viljum líka fara í markvissa uppbyggingu í Oddsskarði, endirum að ræða besta skíðasvæði á landinu. Við viljum gefa íbúum okkar rödd og við viljum setja á laggirnar heimastjórnir í hverjum byggðarkjarna. Fólki finnst það einfaldlega að hafa fjarlægst stjórnsýsluna og það hafi ekki rödd í dag. Það þarf líka einfalda stjórnsýsluna og minnka flækjustigið þegar kemur að því að sækja þjónustu sveitarfélagsins og við þurfum að efla upplýsingagjöf fyrir öll. Við erum í stanslausri samkeppni unga fólki okkar og þurfum að vinna statt og stöðugt að því að ná því aftur heim. Það gerum við með því að skapa vettvang þar sem við kynnum fyrir unga fólkinu okkar hvað er í boði í samfélaginu okkar þegar kemur að atvinnu, menningu, tómstundum, íþróttum og öllu því sem gerir samfélaginu okkar frábært. Á sama tíma þá þurfum við að gera unga fólki kleift að mennta sig í heimabyggð. Eldra fólki fer fjölgandi í sveitarfélaginu okkar og við þurfum að búa þannig að það sé raunverulega gott að eldast í Fjarðabyggð. Við þurfum því að halda áfram að hlúa eldra fólkinu okkar og efla heimaþjónustu og stuðning. Fjölga hentugu húsnæði fyrir eldra fólk og standa vörð hjúkrunarrými og þjónustuíbúðir. Nú atvinnulífið í Fjarðabyggð er einstakt á landsvísu og við munum halda áfram að styðja við það með öflugri hagsmunagæslu. Að sama skapi þá viljum við auka fjölbreytni í störfum og til að mynda með því að móta raunverulega stefnu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu. Umhverfismálin eru mikilvæg og við þurfum að fylgja eftir og uppfæra umhverfis- og loftslagsstefnu sveitarfélagsins ásamt því að sinna vel nærumhverfinu. Samgöngur eru lífæð fjölkjarna sveitarfélags eins og okkar og við munum halda áfram að þrýsta á vegabætur á Suðurfjarðavegi, styðja við Fjarðagöng og endurskoða almenningssamgöngur innan sveitarfélagsins í samráði við íbúa. Einföldum daglega lífið og höldum áfram að byggja upp Fjarðabyggð saman.
Og næstur er Ragnar Sigurðsson frá Sjálfstæðisflokki. Takk fyrir Gunnar og takk fyrir þennan fund. Gaman að sjá ykkur hér öll. Eins og fram hefur komið þá heiti ég Ragnar Sigurðsson og er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð. Sjálfstæðisflokkurinn í Fjarðabyggð tók við í meiri hluta fyrir 2 árum síðan. Og þar var það forgangsmál okkar þegar við öxluðum ábyrgð og stigum inn í meiri hlutan að taka á fjármálum sveitarfélagsins. Það var nauðsynleg aðgerð og það hefur tekist. Við höfum straumlínulagað stjórnsýslu sveitarfélagsins og við höfum verið að bæta í framkvæmdir og viðhald innan sveitarfélagsins. Það var mjög brýnt. Það var mjög brýnt að við færum í því að forgangsraða betur þeim verkefnum sem sveitarfélagi væri í og það hefur tekist mjög vel. En betur má ef duga skal og þess vegna höfum við sett fram aðgerðaráætlun til þess að halda áfram á þeirri braut sem við höfum verið á vegna þess að við litum á það þegar við tókum við fyrir 2 árum síðan að þetta væri bara upphafið. Við yrðum að sýna fram á það í þessum kosningum að við höfum svo sannarlega bætt sveitarfélagið en við vissum það að við myndum ekki ná að takast að gera allt fullkomið. En við höfum sýnt það að við höfum farið í bætingu og það sést á öllum lykiltölum bæði í rekstri og framkvæmdum og viðhaldi. Og núna erum við búin að birta mjög raunhæfa og metnaðarfulla stefnuskrá sem ég hvet ykkur til þess að fara yfir þar sem að við erum með aðgerðir, raunverulegar aðgerðir og þar er númer 1, 2 og 3 hjá okkur að lækka skatta á íbúa og atvinnulíf. Það er ekki bara til þess að láta íbúana njóta góðs af bættum rekstri, það er líka samkeppnissjónarmið. Það er til þess að laða að fleiri íbúa, laða að aukið atvinnulíf og stækka kökuna. Og til þess ætlum við að fara í aukið lóðaframboð, við ætlum að nema ný lönd og við ætlum að fara í markvissa uppbyggingu á atvinnulóðum og með því að stækka kökuna þá gerum við það kleift að sækja fram í kraftmikla uppbyggingu í íþrótta- og æskulýðsmálum. Takk fyrir mig. Og næst tekur til máls Þuríður Lillý Sigurðardóttir, Framsóknarflokki. Góðan daginn, gaman að sjá ykkur hér í dag. Við höfum verið hjá Framsóknarflokknum að fara á milli staða og heyra í fólki núna síðustu vikur, búið að vera mjög spennandi og mismunandi eftir byggðakjörnum hvað það er sem að brennir mest á fólki. Og við finnum það að það eru allir á því að vilja gera samfélagi okkar að enn betri stað og við þurfum bara öll að leggjast á áratnar með það. Og við viljum að unga fólki okkar finni það hjá sér að það vilji koma hingað og vilji setja stað. Það sé hvergi annars það betra að vera. Það við trúum því, svo sannarlega. Þannig að við þurfum að ganga þannig frá hnútunum að það sé og það verði raunin. Það er meðal annars hægt að gera með íþróttum og tónstundum. Af því að fólk vil setja stað þar sem að sér að börnin sín geti blómstrað. Þau geti blómstrað í íþróttum, tónstundum eða hverju því sem að þau vilji taka sér fyrir hendur. Við ætlum þar að koma til dæmis með mót við háan ferðakostnað foreldra í íþróttaiðkun barna sinna. Þar ætlum við að koma að fót ferðasjóð til að koma til móts við hann svo að það sé ekki að standa í vegi fyrir börnum að geta skarað fram úr eins og börnum annars þar á landinu. Jafnframt ætlum við að framlengja Janusarverkefninu fyrir eldra fólk, það hefur lukkast mjög vel hérna í sveitarfélaginu og skoða tekjutengdan frístundastyrk fyrir eldri borgara. Við viljum tryggja áfram öflugt atvinnulíf og atvinna er burðarásinn í okkar samfélagi og þar þurfum við að efla hana enn frekar, við þurfum að koma inn með ný störf, fjölbreytt störf, þannig að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Það er fólk vill starfa í mismunandi atvinnugreinum og við vitum það. Við þurfum að efla ferðaþjónustu og með henni byggist líka upp þjónusta sem að íbúar njóta góðs af. Það byggjast upp veitingastaðir og afþreying og fleira. Þegar kemur á húsnæði þá hefur mikið verið byggt núna á síðustu misserum og þessu kjörtímabili en við þurfum að gera betur þar og við þurfum að auka lóðaframboð sérstaklega hérna í Neskaupstað. Og það hefur verið okkur erfitt. Við höfum verið að skoða ýmsar leiðir og erum komin svona með ágætismynd á það hvað væri gott að gera. Við ætlum að tryggja áfram öruggt leikskólapláss frá 12 mánaða aldri og styðja við og efla enn frekar samstarf milli grunn- og framhaldsskóla í nýsköpun, iðn- og tæknigreinum.
Síðast en ekki síst langar okkur að fá aukið íbúalýðræði og þar höfum við verið að skoða verkefni sem heitir Hverfið mitt og hefur verið keyrt hjá Reykjavíkurborg. Einhvers konar samskonar verkefni sem ég taldi að væri mjög gott fyrir okkar samfélag hér. Mér sýnist ég ekki að hafa fleiri mínútur hérna núna en hlakka til að svara spurningum á eftir og vona að við fáum bara líflegar og góðar umræður. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Öllsumul. Og þá skulum við fara að keyra í spurningar. Við reynum að fylgjast með hvað er að gerast í netkerfinu okkar. Við höfum að gera ráð fyrir cirka mínútu á hvert svar frá hverju framboði, en við gefum svigrúm í svona þyngri eða viðameiri spurningar sérstaklega. Og eins og ég segi, markmið okkar er að keyra vel áfram af spurningum. Og við skulum, og þá byrjum við núna. Hafið þið kostnaðarmetið stefnuskrári ykkar? Hvernig er hún fjárhagslega raunhæf? Það er erfitt að lofa bæði lækkun skatta og aukningu framkvæmdum og þjónustu, er það ekki? Hvar á að skera niður? Ef við byrjum á D-lista. Takk fyrir það. Það er lykilatriði í þessu að líta ekki á skattalækkanir þannig að við séum að missa tekjur. Þetta snýst einmitt það að við erum að stækka kökuna. Við erum að fá til okkar fleiri íbúa, við erum að fá til okkar aukna atvinnuuppbyggingu, þannig aukast tekjurnar. Tekjur þessa sveitafélags hafa aukist statt og stöðugt það bil 20 ár, það er með tilkomu aukins atvinnulífs. Við höfum kostnaðarmetið flest allar aðgerðir í okkar stefnuskrá. Þetta er fullkomlega raunhæf stefnuskrá þar sem við erum búin að setja kostnaðarliði á hvert og eitt og svo ætlum við að forgangsraða þannig. Og við ætlum að halda áfram að hagræða fyrst og fremst innan stjórnsýslunar til þess að mæta auknum framkvæmdaþörf og viðhaldsuppbyggingu. Björlist tilbúnir. Takk. Björn. Já, við höfum farið yfir okkar stefnuskrá. Við settum okkur raunhæf markmið sem við teljum að sveitafélagi eigi auðvelt með að standa undir. Og fjárhagslega er Fjarðabyggð mjög sterk núna og ef áfram gengur og áfram heldur sem horfir, þá eiga öll okkar stefnumál að rúmast innan þess og við höfum bara séð það núna síðustu ár þegar við farið í framkvæmdir sem eru bara á pari við það sem við erum að leggja til með að fara í næstu 4 árin. En aftur á móti sér maður stefnuskrár sem staðar annars staðar sem eru ansi stórar og það verður bara komið ljós hvernig það gengur. Við teljum allavega okkar sem mjög raunhæf. M-listi. Já, við höfum ekki verið með mjög stór loforð útgjaldahliðinni, þannig við teljum að stefnuskráin sem er raunhæf. Stefnuskráin snýst kannski meira svona stefnumbreytingar og strömlínulögun. Við höfum auðvitað að tala fyrir því að við þurfum að einfalda stjórnkerfið, við þurfum að fara í gegnum það með svona skilvirkni að leiðarljósi. Við teljum í niðurskurðinum að þá þurfum við að horfa til svona rekstur sem við varum að tala hérna áðan. Við þurfum að fara yfir hvaða eignir við erum með, hvaða kostnað við getum lækkað án þess í rauninni að vera skerðan neina þjónustu. Við þurfum að fara yfir bara ferlana í sveitafélaginu. En við erum svona, sittum kannski við aðeins annar borðeldur en aðrið varandi það. Við höfum ekki í rauninni sundulega kostnaðargreiningu á öllu sem er í gangi í sveitafélaginu. Það er svolítið erfitt fyrir okkur að fara nákvæmlega yfir hvaða liðir eru hvar. En við munum að sjálfsögðu gera það og það er svona eitt af okkar markmiðum að fara í gegnum þetta. Og S-listi. Já, alveg í upphafi þegar við fórum að skoða okkar stefnumál og okkar stefnuskrá þá höfðu það í huga að þetta þyrfti að vera raunhæf markmið, eitthvað sem var þetta raunverulega hægt að framkvæma hér á næstu 4 árum því það er mikilvægt og jafnvel horfa til lengri tíma í ýmsu þannig. Við erum með að okkar mati klálega raunhæfa stefnuskrá í þessu. Við vitum það eins og ég hef búið að koma inn á hér í svörum ýmsa, tekjurnar í sveitafélaginu hafa verið að aukast töluvert og reksturinn hann er sterkur. Við vitum það, en það er alltaf áskorunir í reksturinnum og við höfum tekið tillit til þessi okkar stefnuskrá og við vitum það að það
borga sig ekki að lofa of miklu, þannig að við teljum klálega að svo sé að þetta séu raunhæf markmið hjá okkur og að það sé hægt að standa við þau. Aðeins tilbaka, fyrir það voru 2 spurningar sem að snéru að þessu stefnumálum og stefnuskrám sem að voru fengu mörg atkvæði. Kjósendur að gagnrýna að stefnuskránar séu ómarkvissar, það tala þessu gældar, það sé ekkert sagt í þeim, þetta séu frasar eins og dalklífa og virka sem sé ekki stefna heldur frasi sem allir getur sammála um. Hvernig svarið þessu? Við byrjum með ykkur, Stefán og hérna Sirgir. Ég illa sofin eftir síðustu dag, ég fann Hjördís Helga fyrir ekki. Ég svo sem get nú ekki verið sammála því að stefnuskrárnar séu tómar, það alls ekki þannig. Það nú auðvitað, ég held að allir sé að vinna með einhverju svona catchy frasa, en þegar menn rýna í stefnuskrárnar þar töluvert innihald að finna. Við höfum lagt okkur fram við að tala við fólk það sem að brennur á því og koma því inn í okkar stefnuskrá. Við erum auðvitað að horfa á þessu grunnþjónustu og ýmislegt þannig. Þannig ég nú ekki alveg sammála því að þetta sé innantómt hjá okkur öllum, því ég veit að allir flokkar hafa lagt mikla vinnu í að fara út og tala við fólki og heyra hvað því brennur, hvað það sem þarf að gera í samfélaginu og við teljum að það endurspeglist í þessari stefnuskrá okkar. Ég búið að þakka mér nýður núna, D-listi. Það heyrst ekki með? Já, takk fyrir. Nei, við tökum ekki undir að þetta sé allt innantómt frasalofur í þessu hjá okkur. Þetta eru raunverulegar aðgerðir og raunhæfar aðgerðir sem við erum búin að setja þetta niður á blað eftir samtöl við íbúa og hagaðala fyrirtæki á svæðinu. Þannig við teljum okkur alveg geta staðið við þetta. Auðvitað einhverjir frasar í þessu eins og daglegt líf sé einfaldara, en auðvitað þýðir það bara að við viljum að íbúar upplifi góða þjónustu í sveitarfélaginu og sé ekki að vera varir við einhver óþægindi í sínu daglega lífi. Ég bara vera sem minnst varir við sveitafélagið nema það bara ánægt með á þjónustu sem það veitir. Þannig við teljum okkur alveg geta staðið við allar okkar aðgerðir í stefnuskránni og hún bara full af mjög góðum og fínum aðgerðum. Takk fyrir. Mic drop. Framsókn. Já, nei, ég get ekki tekið alveg undir þetta heldur, allavega ekki með okkar stefnuskrá og við reyndum að hafa hana skýra því að maður heyrir oft íbúa að tala það að pólitíkin sé með loðin svör og tala í kringum hlutina og þess áttar, þannig við reyndum að hafa hana bara á mannamáli og hafa hana skýra og á nokkrum tungumálum líka, þannig að ég myndi telja að hún væri nokkuð skýr en annars skal ég skýra út það sem snúið. Og þá það Miðflokkur. Já, frasar geta verið skemmtilegir. En stefnuskráin okkar við sitjum hana fram í svona punktum, þetta bara mjög raunhæft, þetta rauninni tiltekt og aukning á þjónustu, þar sem við teljum hana mikilvæga. Ég hvet ykkur sem að hafa ekki farið inn á heimasíðan okkar að lesa aðeins betur þar hvað við erum að meina og svo erum við alltaf til í samtal, en stefnuskráin okkar skýr í okkar huga. Takk fyrir þetta. Að lokum verða hugur kjósenda sem ákveður hvaða stefnuskrár séu skýrar og góðar og svo framvegis, en við erum öll að vilja gerð hér og gaman að heyra menn hjálpust að við að útskýra stefnuskrár og slagorð hvers annars og verja þau. Við skulum halda áfram við ég ætla að reyna að búa hér til eina stóra spurningu úr nokkrum leikskólamál sem eru eitt stóru málunum hér greinilega. Og við kannski gefum eitthvað auka tíma í að svara þessi spurningu. Hér til dæmis sérstaklega beint spurningu til Samfylkingarinnar, hver sé raunveruleg stefna flokksins í leikskólamálum, en það líka spurt út í viðhorfskönnun AFL sem sýndi óánægju með breytingar á gjaldskrá leikskóla og að konur væru að vinka við sér vinnu vegna hennar. Hafið þið áhyggjur af þessum tölum? Af þessum bæði óánægju og að konur sé minnka við sig vinnu. Það spurt lokunardag og skráningardag, hvort að misskilst með við spurningu að þá eru þetta 47 dagar á ári. Ég vona mér fyrirgefist að vera ekki með lokunardag eða starf leikskóla í Fjarðabyggð nákvæmlega á hreinu. Og eins var spurning til sérstaklega oddvita Samfylkingarinnar hvort að hann hefði setið hjá við afgreiðslu mál sem hefði sjálfur tekið þátt í undirbúa á fyrri stigum.
Það er spurning hvort að þið viljið byrja aftur hjá S-lista á þessari stóru spurninga sem að stóru hlutaðin beint til ykkar. Já, ég ætla nú bara að leyfa Stefán að svara fyrir síðustu spurninguna en ég skal nú aðeins taka fyrri hlutan en við þurfum auðvitað að horfa á leik og grunnskólamál bara svolítið til lengri tíma. Þannig að við höfum alveg fengið fullt af skýrslum og úttektum sem hafa verið tekin í tengslu við leikskólastarf og áskorunar það sýnir þessar skýrslur, þessar úttektir áskorunar séu það sömuð. Það er mönnun, það er starfsumhverfið og það að við þurfum að vera með eitthvað samfellu í þjónustunni. Þannig að, og eitt af því líka auðvitað mikilvægi samráðs og núna get ég bara sagt það að mér finnst eiginlega bara sláandi að sjá niðurstöðunar núna í tengslu við könnuna sem Afl gerði og það var svo það sem ég var búin að benda ofta á að þetta myndi hafa áhrif og þetta myndi hafa áhrif sérstaklega á konur í Fjarðabyggð. En það er mjög mikilvægt líka ef maður hugsa til þess að þá þarf þetta að vera gert í samráði við starfsfólk og þetta þarf að vera gert í samráði við fjölskyldur. Við erum að hugsa börnin okkar og núna eins og staðan er í dag þá myndi ég segja að það væri rosa mikið neikvætt tal leikskólan okkar hér í Fjarðabyggð. Við erum með frábæra leikskóla, frábært starfsfólk en foreldrar eru ósáttir við þessa ákvörðun sem var tekin sem er alveg skiljanlegt og skráningadagarnir, jú, þeir eru margir og við þurfum að vera með þá eitthvað jákvæðan hvata því að eins og staðan er núna þá er þetta ekki jákvæð hvati í tengslu við skráningadagana. En við þurfum að sjálfsögða að byggja upp stöðu og fyrirsjáanlega þjónustu og hún þarf líka að virka í framkvæmd og það er alveg þannig að þetta þarf að vera tekið bara í virku samráði í samfélaginu. Þannig að já, eins og ég myndi segja, vinna þessa ákvörðun betur í sátt við alla. Já. Eru þið með eitthvað ákveðna lausn sem þið viljið fylgja eftir? Já, þú veist, ég hugsa til dæmis að með jákvæðum hvata í tengslu við skráningadagana þá væri það að gefa afslátt. Það myndi frekar það að þú myndi fá afslátt ef þú nýtir ekki skráningadagana. Það myndi ég halda að vera jákvæðu hvati heldur en það að þú þurfa að borga aukalega fyrir þessa þjónustu. Þetta er eitt af því sem ég hefði haldið að væri jákvæðu hvati. En það þarf auðvitað bara að setjast niður með öllum þessum aðilum, það er atvinnulífið. Því við höfum líka verið að tala um það út af því að eins og við fórum í heimsókn til Fjarðaráls að þetta er líka að hafa áhrif á svona stóra vinnustæði eins og Fjarðarál. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að taka í virku samráði. Aðeins bara til að spyrja onni þetta, viljið afturkalla þessa breytingar sem gerða voru á gjaldskráni? Já. Okay. Herru, bara takk fyrir þetta. Þú vilt væntanlega svara fyrir þessum beinti þín, Stefán? Já, það var hérna með starfshópinn í kringum tillögurnar sem fór inn í síðan áfram í fjölskyldunefnd. Það er rétt, ég satt þar inni og inn í fjölskyldunefnd úr þessum starfshóp fóru fjölmargar tillögur. Inn í fjölskyldunefnd var svo mótuð endaleg tillaga, síðan var samþykkt af meirihlutanum. Og það er ekki rétt, ég satt ekki hjá, heldur var ég á móti í bæjarstjórn og inn í fjölskyldunefnd líka. Og bar þar upp tillögu að ég teldi skorta samráð í þessu ferli öllu saman og að það er þess að það var búið að samþykkja ákveðna gjaldskrárhækkun 2,5% ef ég maður rétt og sú tillaga var felld af meirihlutanum þannig að því fór sem fór þannig að svo það sé nú bara útskýrt. Takk fyrir þetta. M-listi stefni leikskólamálum og þessar spurningar sem kom upp áhyggjur af konu sem minnkaði sér vinnu og óánægju með fyrirkomulag leikskóla. Já, það voru svo margar spurningar að það var gott að tókst hana fram aftur, við erum búin að gleyma. Við erum alveg með svona nokkuð skýra stefnu í leikskólamálum og við höfum gefið okkur svolítið tíma til að tala bæði við starfsfólk leikskóla og foreldra barna í leikskólum. Og það eru alveg skiptar skoðanir en við finnum bara mikinn samhljóm með skráningadögum að þeir eru á margir. Svo er varandi 6 tíma vistunina að hún sé mun ódýrari heldur en 8 tíma vistunin. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að við erum svolítið innaðarsamfélag þannig að við þurfum líka að veita þjónustu samkvæmt því. Fólk sem hefur ekki til dæmis tök á að hafa börnin sín í leikskóla 6 tíma upplifa 8 tíma gjaldið sem hálfgerða refsingu.
Í okkar huga þá bara endurskoða þetta í heild í samráði við bæði leikskólastjórnendur og foreldra. Við höfum líka talað fyrir því að mjög umdeilt mál, en við stöndum först á því að við viljum bjóða upp á heimgreiðslur fyrir þá sem það kjósa, og margir segja þá já, það bitnar þá á konunum, en okkar svolítið sjónarhorn út frá þessu tengslamyndun barnanna við foreldra. Við viljum veita foreldrum kost á að hafa val, því að nú erum við að taka þannig vinkil út frá hagsmunum barnsins og tengslamyndum við foreldra. Svara þetta spurningunni. Spurðu kjósendur. Já. Framsókn. Leikskólamál eru mjög stór og mikilvæg mál og þau þurfa að virka og það þarf að vera sátt um þau, og það bara skýrt held ég frá allra hálfu, og mjög miður hvernig þetta fór og ósættið sem að varð. Eftir því sem að ég hef greint á samtölum og því sem að hafi komið út úr könnunum, þá snýst óánægjan að mestu leyti skráningadagana, og að skráningadagana séu of margir, og það bara eitthvað sem við munum klárlega að skoða á næsta kjörtímabili, hvort það sé svigrúm til þess að fækka þeim, og það svona verður fyrsta skrefi kannski. Varðandi sveigjanlega vistunartíma, þá að mælast gríðarleg ánægja í Fjarðabyggð með sveigjanlega vistunartíma, og það eitthvað sem við þurfum að halda áfram með, og þar sjáum við til dæmis að því að Alma nefnir iðnaðarsamfélag, þar sjáum við vaktavinnufólkið okkar hafa tök á því að sníða leikskólavist barnanna sína eftir vaktaplani. Þannig að fólk sem er í vaktalótum, og það getur þá haft börnin heima þegar það er vaktafríum, ef það kýs svo. Þannig að það mikið notað, sér maður allavega hjá þeim sem vinna í álverinu og þess aftar. Varðandi könnun sem kom frá Afl, það var mjög miður að sjá að það væru í allum tilfellum konur sem var að minnka við sér vinnu. Við megum ekki gleyma því að úrtakið var mjög lítið, og það væri gaman að fá stærra úrtak og til að sjá þetta skýrt þversnið af samfélaginu okkar. Þannig við höfum þetta bara á hreinu hvernig staðan er í raun og veru. Og það eitthvað sem var líka alltaf markmiðið. Það var farið í þessa vegferð, og svo átti að endurmeta hana og skoða hana og sjá hvað áhrif hún hefði haft og hverju mætti breyta. Og það bara vegferðin sem við erum á. Þetta ekki eitthvað sem búið að endanlega móta í stein. Þetta bara verkefni sem í vinnslu til þess að þjóni öllum, bæði foreldrum, atvinnulífi og börnunum. En fyrst og fremst var þetta náttúrulega að tryggja örugga mönnun, og það það sem við sjáum að gerðist, og svo aðgerð heppnaðist. Þessir óvæntu lokunardagar sem voru mjög erfiðir, þegar það var kannski bara sendt hálftíma á hana barni mætti, jafnvel að barni komið á leikskólanum þegar var sendt tölvupóstur að deildin væri lokuð. Og þessir óvæntu lokunardagar eru nánast úr sögunni. Þannig að við þessa breytingu þá var þetta aðgerð sem virkaði. Við tryggðum örugga mönnun í leikskólanum. Og það var svona stæðsta verkefnið okkar. Og svo held ég var búin að skrifa hvernig það niður. Og svo þetta með leikskólagjöldin, þau hafa hækkað, en ef við horfum aftur í tíman og myndum reikna þetta upp á verðlaginu, þá í rauninni hafa þau lækkað, en ég skil samt að þau séu há, og við þurfum bara að endurmeta það líka á næsta kjörtímabili, fáum við umboð til þess. Ég held að þetta hafi snert á flestu punktu. Nokkur tíminn góður, ekki bara gott hjá ykkur. D-listi. Já, takk fyrir. Já, það náttúrulega svo að koma inn á að þegar það farið í þessa breytingu á gjaldskránni fyrir 2 árum, þá vorum við að horfa fram á það að þurfti að grípa í taumana. Við stóðum fram yfir mönnunarvanda, og það var bara mikið álag á starfsfólkinu. Eins og komið við fram, það voru ófyrirséðir lokunardagar sem þetta eru mjög slæmir, og maður þekki það bara eigin raun. Það er ekki þægilegt að fá tölvupóst með bara hálftíma áður barnið á mæta að það er búið að loka deildinni eða það þurfa að sækja eftir hádegi. Þannig að þetta á svona staðan, og það var gripið í þessa aðgerð að breyta gjaldskránni og hvetja til sveigjanlegra vistunar, að hvetja foreldra til að fara í sveigjanlega vistun til þess að tryggja mönnun og betra starfsumhverfi fyrir kennarana. Og við megum náttúrulega ekki gleyma því að megin markmið eru þetta að bjóða upp á leikskóla við 12 mánaða aldur og bjóða upp á gott starfsumhverfi fyrir kennarana og börnin. Og ég held að það hefur náttúrulega tekist með þessar aðgerð. Þannig að við erum svo sem við alveg opin fyrir því að endurskoða núverandi kerfi, það er ekki það, en það verður þá að horfa á það í því samhengi að við ætlum okkur þá að tryggja góða og örugga þjónustu í leikskólanum. Þannig að það er svo sem ekki eitthvað sem að við
setjum okkur upp á móti eða koma fram góðar hugmyndir. Við erum ekkert ástangin af þessu kerfi frekar en einhver öðru, en það allan nær sínum megin markmiðum. Eru meira frá ykkur? Ég veist þú bæði einhverju við, Ragnar? Nei, þetta var bara mjög fínt. Við vorum auðvitað að svara ákveðnu ákallið þarna. Leikskólakerfið okkar var komið að þolmörkum og það snerist þessi starfshópur og við vorum öll sammála það þar að við þyrftum að grípa í taumana og fara í aðgerðir. Þetta snýst það að leikskólakerfið okkar virki og að fólk geti treyst því og atvinnulífið að leikskólinn taki á móti börnunum og þau séu þar á þeim tíma sem við erum að veita þjónustuna. Það voru brotalamir á því og þetta snerist að grípa í taumana. Það var algjörlega nauðsynlegt. Þess að Nikki á, hafið þið áhyggjur af þessum tölum sem sýndi eins og lækkandi aftöku þáttöku kvenna? Já, sjálfsögðu höfum við áhyggjur af því, en það má ekki gleyma því að þegar við vorum að grípa inn í taumana að það voru líka konur sem voru í flestöllum tilfellum að koma úr sínu starfi og sækja börnin. Þannig að þetta allt saman jafnréttismál, alveg sama hvernig við snúum því við. Leikskólarnir eru líka stórir vinnustæðir kvenna. Það vinnustæðir sem voru að bugast undan álagi. Fólk komst ekki í frí og svo framvegis. Þetta snýst bara það að við séum að veita þjónustu sem að fólk getur treyst á og alveg eins og Húnbogi kom inn á, við þurfum að finna þá leið sem að virkar þannig að fólk getur treyst þessari þjónustu. Já, gjör svo vel, því áttu ágæta tíma inn, ég var fann að banka klukkur minn og hvort það verið stopp þegar... Já, mér langar bara aðeins Nikki á þessu varðandi virkni leikskólakerfisins og álæginu sem þar inni, að hugmyndin sem Alma komin inn á með heimgreiðslur til foreldra snýr þá að því að í stað þess að stytta vistunartíman úr 8 tíma í 6 tíma í gegnum alla leikskólagönguna, þá væri þetta að bjóða upp á þann valmöguleika að fólk sem á börn á aldrinum 1–2 ára gæti valið þá leið að fá heimgreiðslu og vera heima með börnin sinni ef það vill gera það, og þannig getur við létt á mönnunarvandanum með því að yngstu börnin í rauninni þurfa að hafa mesta þörf fyrir umönnun í leikskólanum, og þá gætur í rauninni fært þennan tíma fram á við, þannig að þá getur foreldrar valið þetta og foreldrar getur ákveðið sjálf hvort þau myndu vera heima með börnin sinni eða ekki, og þannig gætu við létt álægið og aftur aukið þá í rauninni þjónustunni upp í 8 klukkustundir. En þetta bara einhver hugmynd sem að þyrfti að ræða og útfæra, og þetta bara fara yfir það hvort að sé áhugi hjá foreldrum, áhugi hjá leikskólanum og hvort að þetta leysi vandamáli sem við erum að horfa upp á varandi álægið. Takk fyrir. Já, bara gera svo vel, sko bara klára þessi mál. Aðeins inn á könnununa sjálfa sem var gerð, svo var nefnilega líka gerð önnur könnun á sveitarfélaginu og ég held að sú könnun hafi borist til allra fjölskyldna sem að nýta leikskólaþjónustuna hér í Fjarðabyggð, en ég held að hún teljist nú ekki lítil og þar voru tölurnar einfaldlega skýrar. Konur eru að minnka við sig í vinnu til þess að taka á sig að taka börnin fyrir heim, til þess að þurfa ekki að borga þessi háugjöld. Þetta auðvitað gríðarlegu kostnaður fyrir samfélagið. Við erum að draga úr atvinnuþátttöku kvenna. Kerfið klárlega ekki fullkomið, það eru allir sammála, en við erum að segja að kostnaðurinn sé of hár ef það þýðir að við séum að draga úr atvinnuþátttöku kvenna hér í Fjarðabyggð. Það er búið að vinna startastöðu því að efla leikskólana hér á svæðinu til þess að jafna þessa stöðu. Við getum ekki sagt að við séum búin að ná því markmiði að skapa sátt leikskólakerfið, þannig að við þurfum að standa betur að því. Ragnar, þú vilt bregðast við þessu, þetta orðið. Var þetta þess 4 hjá okkur? Það brotalamir sem voru í leikskólastarfinu okkar voru að bitna á atvinnuþátttöku allra. Og þetta gekk ekki upp og það þurfti að bregðast við. Og það veit Stefán mjög vel vegna þess að hann var í þessum starfshópi þar sem við vorum að vinna að þessum tillögum. Þannig að hann heyrði þetta ákall, við vorum að svara ákallinu og ég bara að segja, við erum opin fyrir öðrum leiðum en svo sem hann var valinn. En menn verða þá líka að benda á þær leiðir, ekki bara að gagnrýna leiðina sem var valinn, sem að hefur gert það verkum að skólastarfið að virka. Það er alveg hárrétt, Ragnar. Það voru allir meðvitaður þar áskoranir sem voru til staðar og við þeim var brugðist að ákveðnuleyti, auðvitað ekki alveg sátt um hvaða leið var farin og afleikandi sem var orðið að því, en ég heyri að allir hér við borðið eru tilbúin til að skoða þessi mál til að tryggja það að við séum öll að vinna á sama vettvangi. Skoðunin leiðir bara ekki til neitt að lausna. Við verðum að koma með raunverulegar aðgerðir og ef við ætlum að gagnrýna það sem að
að virka, þá verðum við að benda á einhver aðra leið sem að kæmi í staðinn. Það ekki hægt að ala á óánægju kjósenda með því að segja að þetta sé ónýtt án þess að benda á hvaða leið þú ætlar að fara sem raunverulega virkar. Við skulum fara að stytta umræðuna. Já, ok, en ég ætla nú bara að segja út í að Ragnar á það til að hlusta ekkert á mig, en ég var nefnilega að koma með áðan að gefa afslátt sem væri þá jákvæður hvati fyrir skráningadagana. Það myndi ég segja væri til dæmis ágætt laust og þú skoða það bara, eða við bara spjöllum við tækifæri. Sáttu Ragnar? Ég sáttu við það, það hefði verið gott ef að þessi tillaga hefði komið upp á sínum tíma. Því að ég búin að gefa öllum aðeins nema það er hægt að slökkva á okkur. Það taknum var, ég búin að gefa öllum aðeins viðbót nema Framsókn viljið þið bæta ykkur við. Það er nú búið að koma held inn á mest hérna sem að vert að koma inn á, en það er eitt kannski sem að ég myndi líka vilja sjá og það er með þessar kannanir sem að voru gerðar og það er rétt sem Stefán segir, það var náttúrulega að fara í skólapúlsinn og það er miklu stærra úrtak. Og þar kemur þetta líka í ljós, en það er aldrei spurt hvort að það hafi, sem sagt, hver ástæðan hefur verið, af því að svo er kannski líka fólk sem að þurfti bara þennan hvata til að stytta vistunina, en svo kannski bara var það að því að það hafði tök á því en ekki, þetta þarf kannski ekki alltaf að vera íþyngjandi, eða þið skiljið hvað ég meina. Ég til dæmis stytti vistun barnanna minna í 6 tíma og mér finnst bara æðislegt að eiga þennan tíma með þeim, af því að þau voru koma heim klukkan 4, það voru þau bara dauðþreytt. Þannig að fyrir þá sem hafa tökin á því, þá kannski voru þetta líka konur sem að vildu bara eiga þetta tækifæri til að eyða tímanum með börnunum sínum. Þannig að við megum ekki endilega ákveða að þetta hafi verið fyrir alla. Auðvitað er þetta erfitt fyrir suma, að sjálfsögðu. En hjá sumum er þetta kannski líka bara val sem þau taka af öðrum ástæðum. Herru, við skulum fara í fleiri umræður. Við getum tekið þetta fram og eftir. Ég vil taka eina svona bara svolítið skapandi spurningu. Hvaða loforð ætlið þið ekki að gefa vegna þess að þið eru ekki raunhæf? Framsókn. Já, þegar stórt er spurt. Það væri líklega sko uppbygging á einhverjum svona, já, draumastæðan væri kannski uppbygging á einhverjum svona öflugum, flottum miðbæjarkjörnum, hvað svo sem þið væri svona svipað og kannski miðbæjarn og Selfoss eða eitthvað þess að þar, eða þá að bora göng hérna þvers og kryss sem er náttúrulega samt ekki okkar, en það væri svona draumastæðan að geta leyst öll stóru vandamálin sem við stöndum í stappi við ríkið með. Djelisti. Maður byggir með eitthvað líka. Það sé bara ef við skoðum stefnuskrán okkar, það er ekkert eitthvað sem er út úr korti. Ég man eftir einu flokki sem lofaði íspilni í Húsdýragarðinn. Það er kannski svona dæmi eitthvað sem maður myndi ekki lofa, en ég tek undir með Þuríði að auðvitað verið frábært að hafa Fjarðabyggðarhöll á hverjum stað og eitthvað svoleiðis, sem við verðum að vera raunhæf með það sem við erum að leggja fram og ígrunda það vel. Þá getur fært okkur í djelista. Okkar stefnuskrá er mjög ítarleg. Þar erum við að segja það sem við ætlum að gera, það gerum við. Það sem ekki kemur fram þar eru ekki loforð frá okkur og ég get nefnt svo sem dæmi. Frístundastyrkur barna. Þar eru við að setja áhersluna á ferðasjóð barna vegna þess að það er orðið mjög íþyngjandi. Við erum ekki að fara að dreifa þessu út og suður, við ætlum að horfa á þar sem að áskorunin er. Það er aukinn ferðakostnaður vegna íþrótta og æskulýsmála og þar ætlum við að grípa inn í þannig að það séu raunverulegir fjármunir sem skipta máli. Varðandi það sem við segjum gagnvart ríkinu, og það er mjög mikilvægt að við segjum það hvar við ætlum að vera með sterka rödd og í hvaða málum gagnvart ríkinu, vegna þess að stór hluti sveitarstjórnarmála fer í samtöl við ríkið og þar verðum við að vera hávær, þar verðum við að vera stór og við getum ekki útvistað þeim verkefnum eitthvað annað. Eslisti. Heyrðu, þegar maður fer í svona stefnumótun og búa til svona stefnuskrá eins og okkar, þá ræðum við okkur niður á niðurstöður og finnum það sem er raunhæft í þessu, þannig að við viljum meina að það sem er í henni sé nú bara nokkuð raunhæft og kannski erfitt að koma með eitthvað svona dæmi. Finnst þér reynda að þurfa að svara sem er frístundastyrkin, Ragnar, finnst þú ert að benda á hann, því að frístundastyrkur hann útilokar ekki ferðasjóð og við höfum svo sannlega tekið undir þau sjónarmið og frístundastyrkurinn er auðvitað mikilvægur enda gagnast hann öllum börnum óháð því hvort þeir fari í íþróttir eða ekki og þurfi þá að ferðasjóðum að halda. En einhver svona loforð sem að
í okkar raunhæfu stefnuskrá? Þetta er eitthvað hug? Nei, Svo náttúrulega koma á fundi á Reyðarfirði á miðvikudaginn það að allir flokkar voru að lofa uppbyggingu og gosbrunnum, þannig að þú veist ég er spennt að sjá út í að það ekki stefnuskrá hjá neinum flokkum en þetta var svona in the moment, eða ef maður orðaði þannig. Erum við að tala gosbrunn sem er hann í miðbæ Reyðarfjarðar? Já, sem hefur ekkert virkað síðan hann var settur upp, en ég er líka bara spennt að sjá hvernig það verður þegar við sjáum hver verður í meirihluta. Æðislegt, ég hef heyrt frá fleiri áhuga fólki víðar á svæðinu gosbrunni í miðbænum, þannig að þetta er með lífkup á Austurland. Emlisti. Já, við höfum ekki verið að lofa einhverjum óraunhæfum framkvæmdum að slíkt, við höfum þetta farið yfir það að við viljum byggja íþróttahús á Eskifirði og svoleiðis, en við höfum ekki verið að lofa einhverju þjónustu og framkvæmdum strax og við höfum ekki verið í neinum svona þannig lofurum, þegar við teljum miklu mikilvægar að það sem við lofum sé þá actually fjármagna og sé búið að hugsa það til enda, og ég held að sé það sem við getum gert núna og það sem við viljum gera er að lofa því að fara í að reyna að gera stjórnsýsluna gagnsærri, auka samskiptin, auka samráð við íbúa, stofnanir, fyrirtæki og reyna að gera fyrirsjáanleika meiri en ekki vera kannski einhverju loforðum sem er ekki hægt að standa við. Takk fyrir, þá farið okkur næstu spurningu. Henni er sérstaklega beint til Miðflokksins, við munum reyna að útfæra hana víðar, en hún snýr að því hvort að framboðin styðji hvort að regnbogafánar séu sýnilegir í stofnunum, til þessu skóla sem táknar stuðning við hinsegin íbúa sveitarfélagsins. Það er líka spurt hvað ykkur þykir um orðræðu sem að forystaflokksins einhver varaformaður hefur haft sýnileika regnboga og fleiri minnhlutahópa. Hér er líka spurning til Sjálfstæðisflokksins, þannig sem er bent á að margir frambjóðendur flokksins hafi ekki svarað spurningu réttindi hælisleitenda á barnsaldri í kosningaprófi RÚV. Þar var sem spurt fullyrðinguna hælisleitendur á barnsaldri ættu að fá sömu þjónustu í sveitarfélaginu og aðrir íbúar. Eru þið sammála þessari fullyrðingu að svo eigi að vera? Við byrjum ég er búin að forma hver er ykkar afstæð til þessara minnihlutahópa hinsegin samfélagsins. Byrjum á Miðflokki. Já, þú spurði nú fyrst varðandi varaformannin okkar, en ég vil bara segja það að í Miðflokknum það ríkir skoðanafrelsi og við erum breiðfylking, en stefnan okkar er skýr og hefur ekkert breyst og ég bara bendi ykkur á að kynna ykkur heimasíðu Miðflokksins. Við vinnum með skynsemi og leiðarljósi og einbeitum okkur að málefnum, við erum komin hérna til þess að einbeita okkur málefnum Fjarðabyggðar, að skapa hér frjálst og fjölbreytt samfélag og ganga hreint til verks. Og við ætlum að bæta það sem þarf að bæta og hingað erum við komin til þess. Og það er sérstæðilega spurt hvort þið styðjið sýnileika regnbogafána sem stofnanir. Já, við viljum bara í Fjarðabyggð upplifa allir virðingu, öryggi og jafnan rétt og það er óháð kyni eða kynhneigð lífsskoðunum og við teljum ekkert í fyrirstöðu að fánar séu sýndir, en við erum ekki mennin að setja ekki áherslu á það að fánar eru að auka sýnileika fána eða minnka sýnileika fána. Við teljum bara eðlilegt að við stöndum fyrir alla hópa í samfélaginu og við þurfum að standa með öllum, hvort sem þeir eru samkynhneigðir eða til einhverjum minnihlutahópum. Við viljum bara styðja við þá íbúa sem búa hér og vinna með þeim. Dýrlisti, viljið þið taka bolta næst? Ein auka spurning sem aðeins snýra ykkur, en hver ykkar afstæða gagnvart fánum við stofnanir og stuðningu minnihlutahópa? Já, svo stefna Sjálfstæðisflokksins hefur náttúrulega áraraðir verið mjög skýr í málefnum hinsegin fólks. Við höfum verið bara mjög opin fyrir því að styðja öll réttindi og verið í réttindabaráttunni mjög opin í að styðja réttindi hinsegin fólk gegnum tíðina. Ég held að svona öll helstu réttindi sem hinsegin fólk hafa fengið gegnum tíðina hafa verið leitt í lög undir stjórn Sjálfstæðisflokksins. Þannig að það er alveg skýrt að við bara stöndum vörðum þau réttindi og munum halda áfram að gera það. Þetta er eins og kemur með aukinn sýnileika fána. Við erum ekki á móti því einhverju fána séu sýnilegir, en svo sem ekki meina stefnum að auka sýnileika enn frekar, en að sjálfsögðu bara frelsi fyrir því að flagga þeim fánum sem fólk vill. Og með hælisleitenda spurninguna, mér
Mér fannst hún bara freka svona óljós, ég fattaði ekki alveg að vera að tala sömu réttindi, þannig að ég tala svo fyrir mig, ég tók nú ekki afstöðu til hennar. Ég meina að það náttúrulega öðruvísi þjónusta sem hælisleitendur mögulega þyrftu, ég meina að vera að tala til dæmis að taka börn hælisleitenda inn í grunnskólan sem dæmi, ég meina að það þarf væntanlega að mæta þeim sérstaklega inn í grunnskólanum, ég meina að tala mögulega ekki málið, þannig ég held að við bara styðjum bara að reyna að veita þá þjónustu sem þörf á. Listi, var ekki meira frá ykkur? Nei, jú, ég held það. Listi. Já, ég bara, þú beindir ekki til okkar, Nei, við sko taka þessu umræði bara öll. Já, ok, það er bara ekki vandamálið. Við bara að sjálfsögðu styðjum við fjölbreytileikann í samfélaginu okkar. Við náttúrulega fyrir að verða 4 mánuðum síðan þá tókum við afstöðu til þess að gera samning við Samtökin 78 fræðslu hér í bæði skólum fyrir starfsfólk þar sem að og þá náttúrulega þetta mótað þannig að við erum að hugsa bara að það er umhyggja og virðing og við erum með alls konar fjölskyldur hér í Fjarðabyggð, við erum með alls konar einstaklinga, þannig að þetta var bara svona til þess að við leifum bara öllum að vera eins og þeir kjósa að vera. Viltu bæta ykkur við? Var eitthvað annað? Já, og svo auðvitað við búin að vera að gera alls konar fínar gangstéttir hérna með regnbogangstéttir sem eru náttúrulega virkilega flottar og lita dýrið í bæinn okkar. B-listi, var eitthvað meira frá ykkur? Nei. B-listi. Við að sjálfsögum styðjum allt sem að styður við réttindabaráttu hópa og hvort sem þau eru fánar eða önnur tákn. Það er bara þannig að svona ótrúlega litlir hlutir geta skipt einn eða fá að einstaklinga gríðarlega miklu máli. Og bara til að nefna dæmi að við vorum með gesti hérna upp í verkmenntaskóla í vikunni frá Ítalíu og það er fjölmargt starfsfólk í verkmenntaskólanum með regnbogaböndum hálsinn og hafa verið núna í þó nokkuð tíma og Ítalirnir tóku sérstaklega eftir þessu og fannst ótrúlega eftirsóknarvert hvað þetta verið opið samfélag. Þannig að ég held að við megum ekki gleyma þessu að svona litli hlutir geta skipt fólk gríðarlegu máli og þeir eru ekki að meiða neitt. Og það sem að mér er svona áhyggjuefni bara í umræðinu, ég á nú bara að lesa núna að finnst gaman að skoða íþróttafréttir sérstaklega að það sem að var verið að hrópað markverði, íslenska landsliðsmarkverðin í handbolta og handboltaleik af því hún er samkynhneigð. Og ég held að sé alvarlegt mál að það sé verið að sá fræjum endalaust með svona hluti og já, þannig að ég bara segi við ykkur öll að litli hlutir þeir geta skipt ótrúlega miklu máli og við verðum að standa vörð öll sem að tilheyra þessu samfélagi, það er bara þannig. Samt bara að fá að taka undir með Birgi og mér finnst það bara mjög fallega orða hjá honum því að þú veist, það hefur orðið bakslag í umræðinni þannig að við þurfum alveg að vera vakandi. Það er bara þannig til þess að styðja við og allir upplifir sig velkomin. Það er fallegt þegar menn eru sammála og yfir höfuð held ég sé þannig í pólitíkinn menn eru oftar sammála en ósammála að vinna framgangi samfélagsins en okkur greinir stundum aðeins á og það er bara gott líka. Ég ætla að biðja ykkur að forgangsraða þeim framkvæmdum sem þið telja nauðsynlegastar í sveitarfélaginu næstu 4 árum. D-listi. Það er brýnt að fara í uppbyggingu á íþróttahúsi á Eskifirði. Þetta er eina samfélag okkar sem býr ekki við íþróttaaðstöðu fyrir börnin okkar. Það er líka nauðsynlegt að fara í uppbyggingu á Mjóararhöfn. Það mun fjölga störfum og það mun auka tekjur sveitarfélagsins og skapa fjölbreytt störf. Og þar erum við að svara umfangsmikilli könnun sem við höfum farið í með Eflu sem hefur verið að tala við allt atvinnulífið og alla hagaðila og það er eftirspurn eftir lóðum þar, þannig að þar erum við að svara kalli sem kallar á þreföldun á Mjóararhöfn. Og svo eru það hjúkrunarheimilin. Það er ofboðslega mikilvægt að við stöndum vörð hjúkrunarheimilin okkar og þau hjúkrunarrými sem eru í 3 byggðakjörnum Fjarðabyggðar, í Neskaupstað, á Eskifirði og Fáskrúðsfirði.
og það ofboðslega mikilvægt að allir þeir sem að eru í bæjarstjórn Fjarðabyggðar gerir sér grein fyrir því að megnið af tíma okkar á að fara í það að sjá til þess að við fáum framkvæmdir í okkar heimabyggð og við séum að standa vörð þau hjúkrunar rými sem að hér eru. Og ríkið hefur sagt að þau ætla að útrýma biðlistum á næstu árum. Það rúmlega 40 manns á biðlista eftir hjúkrunarrýmum og það okkar að standa vörð það að sækja á það að þau standi við sín göfugu fyrirheit. Bara svona til að spara framböndum tíma fyrirgefðu Ragnar, það verður spurt hjúkrunarheimili hér á eftir. B-listi. Já, það eru mörg málefni og mál mjög brýn. Það kannski erfitt að fara að velja einhver nokkur þar úr, en mér langar kannski fyrst að nefna viðhaldsmálin. Það hefur verið gríðarlega mikið uppbyggingarskeið í Fjarðabyggð núna síðustu ár og þá hefur viðhald bara því miður lent aðeins á hakanum og við þurfum að auka viðhaldið bæði í stofnunum okkar, byggingunum og gatnakerfinu, göngustígunum, gangstéttum. Bara það því miður sést á bæjanum að viðhaldi hefur ekki verið sinnt nógu vel og við þurfum að bregðast vel við því. Svo þurfum við að halda áfram að þrýsta öllu afli á ríkisvaldið með samgöngubætur hér. Það bara ólíðandi að búa við þennan Suðurfjarðaveg eins og hann og að börnin okkar og íbúi Fjarðabyggð sé að keyra skriðuna milli Breiðdalsvíkur og Stöðvarfjarðar næstu í daglega bara engan veginn boðlegt. Þannig við þurfum að þrýsta á það líka. Ég ætla að byrja. Ég hlustaði ekki alveg á Gunnar vinn minn en hvort hann sagði framkvæmdir eða stefnumál. Ég ætla að tala þriðja atriðið og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við tökum utan börnin okkar og þá erum við að tala allt frá leikskóla og upp í framhaldsskóla, hvernig við getum elt þjónustu við þau og þar undir eru félagsmiðstöðvar, þar almenningssamgöngur, hvernig við getum nýtt þetta meira á milli og komið meira saman af því að þau vilja vera meira saman. Við sjáum það í íþróttunum. Þetta líka það að við þurfum að gera betur í að þjónusta fötluð börn, við þurfum að gera betur á ýmsum sviðum og ég langar til að horfa til verkefni sem var sett af stað í Mosfellsbæ fyrir einhverju síðan sem heitir Börnin okkar. Það sem var gríðarlega markviss vinna, það sem var sest saman og haldnar vinnustofur með ótal aðilum og sett saman aðgerðaráætlun hvernig var þetta þjónusta börn betur. Þannig að það var eitthvað sem að mér finnst að við ættum að skoða og læra af öðrum það sem að vel hefur reynst. Ég held að Birgi og bara almennt fólki í lífinu farnist betur með að hlusta á mig því ég var að spyrja framkvæmdir. M-listi. M-listi. Já, varandi forgangsröðun verkefna að þá ekki margt sem ekki búið að koma inn á hérna en við höfum auðvitað hort til þess að við verðum að leysa þetta Íþróttahús og Eskifirði, það verður að leysa það mál. Ég held að séu sem betur fyrir allir hérna sammála því þannig það ætti nú að vera nokkuð þægilegt. Síðan teljum við líka að við komum inn á viðhaldsmálin að þurfa að fara í það að vinna viðhaldsáætlun á þeim forsendum hvaða viðhaldin mikilvægast varandi kostnað til framtíðar. Það auðvitað mjög slæmt að vera og auðvitað mjög freistandi að spara í viðhaldi. Við vitum alveg að þetta takmarkaði peningar en við verðum svolítið að leggja fram einhverja faglega unna áætlun það hvaða viðhald verður að fara í til þess að hindra það að við lendum í kostnaðarauka í framtíðinni. Og viðhaldi ábótavant við það og það auðvitað líka í sambandi við færunin á bæjunum og það kemur inn á þetta sem við viljum sækja fram í ferðaþjónustu. Við viljum auka ánægju íbúanna í bænum, þetta snýst ekki bara ferðamenn. Til þess að auka fjölbreytnina verðum við að fara í viðhald á bæjunum, viðhald á gangstéttum, viðhald á það þarf að mála ljósastöruna, það endalaust af svona verkefni sem þarf að gera til þess að auka og bæta ásýndina. Við þurfum auðvitað að vera í uppbyggingu í hafnarmannvirkjum, við þurfum auðvitað að vera markvisst í þeirri uppbyggingu og því verður auðvitað haldið áfram. Og svo þurfum við auðvitað að halda áfram að berjast fyrir okkar samgöngumálum, það sem Fjarðargöngin og Suðurfjarðavegurinn eru auðvitað fremst á lista. Takk fyrir, S-listi. Ég held að sé alveg ljóst að við þurfum að sammeina þetta eru bæði framkvæmdir og stefnumálið þá sem að hérna eru. Í framkvæmdunum það svo sem búið að koma inn á ansi margt hérna. Íþróttahús og Eskifirði það er búið að samþykkja það og það er að klára það og ég held að það sé flestir sammála það. Uppbyggingin í Mjóarhöfn er auðvitað gríðarlega mikilvæg fyrir sveitarfélagið núna til framtíðar. Það búið að vinna mikla vinnu í því
faglega því staðið og ég held að þurfa að vera mikill samhugur og einhugur hjá bæjarstjórn sem að tekur við núna næst í að halda áfram að fara í þá uppbyggingu, þetta er hún gríðarlega mikilvæg. Það er búið að koma inn á viðhaldið. Þið þekkið öll hvernig sagan er búið að vera. Það er búið að ráðast í gríðarlega mikla innviðu uppbyggingu hér á svæðinu síðustu ár, en það var innviðaskuldin orðin töluverð og þurfti að byggja hér leikskóla og ýmislegt annað. Viðhaldið hefur á mörgum stöðum í raun og veru verið ábótavant á sama tíma og það eru þetta bara gríðarlega alvarlegt og við því þarf að bregðast. Við vitum að ýmsar byggingar hjá okkur eru komnar á tíma og við þurfum að ráðast í það. Þannig að við þurfum að forgangsraða í þessu vel. Eitt af því sem hefur ekki verið komið inn á en ég veit að flestir eru með í sínum stefnuskrá er uppbyggingin til dæmis í Oddsskarði. Það er svæði sem hefur lengi setið á hakanum, hvað var uppbyggingu og viðhald og við þurfum að fara í það alveg klárlega. Svo ég farið þá einu stefnumálinu, Gunnar, þú gefur mér nokkra mínútur til viðbótar. Það er þetta búið að nefna margt hérna. Eitt af því sem að við heyrum í okkar samtölu við fólk, það er að því vantir rödd, það er ekki að hlusta, það vantir upplýsingagjöf, það hefur ekkert vægi inn í ákvarðanir sem eru teknar í svona kjarna eða í sveitafélaginu. Þannig að við erum að leggja mikla áherslu á heimastjórnendar til dæmis og að það sé farið út og tala við fólkið og það hafi raunveruleg áhrif á það sem er að gerast í samfélaginu. Hér er búið að ræða mikið hagsmunagæslu og það er alveg rétt og við þurfum og munum standa vörð eldra fólkið okkar og við þurfum að halda áfram að þrýsta á samgöngu úrbætur hér á svæðinu. Við höfum ávallt verið samstiga í því og við þurfum að halda því áfram. Styðja við úrbætur, Suðurfjarðavegi, styðja við Fjarðargöngin og ýmislegt annað. Þannig að það er svona, það er margt þarna sem við erum öll sammála og þurfum að standa vörð í Sveitafélaginu. Ég ætla bara að fá að beða ykkur bara aðeins að svo við megi bara kinka til minn kolli eða réttu pöndi eða viljið ávarpað sérstaklega. Það var spurt aldrei íþróttahús á Eskifirði er liggur fyrir ákvörðun sem allir eru sammála að það verði byggt við hliðina á sundlauginni og sé forgangsmál. Það hefur allavega verið það er svo samþykkt liggur fyrir. Það var tillagan og þeirri svo tillaga var samþykkt í bæjarstjórn. Ég held að það sé mjög mikil sátt hana og það sé góð niðurstað. Auðvitað voru upphaflega áformin þau að fara í endurgerð á gamla íþróttahúsinu. Það var hins vegar bara þannig búið það íþróttahús. Við vorum að skoða það að stækka innvolsið í húsinu en stúkan þar er eitt af burðarvirkjum húsins þannig að það reyndist bara ekki vera hægt og þá fórum við að skoða það að samtengja það við sundlaugina og eftir samtal við skólastjórnendur í grunnskóla Eskifjarðar þá er það vel raunhæft gagnvart akstri á börnum og svo er líka ákveðið rekstrarhagræði í því að samreka sundlaug og íþróttahús. Kannski bara fyrst og svo viðbrögð við frá vinstri við mig. Ég skildi ykkur rétt að þið eru að sammála þessari stefnu sem við erum mörgum með staðsningu sundlaugina og þessi forgangsatriði að byggja upp íþróttahús á Eskifirði. Það er forgangsatriði að byggja upp íþróttahús á Eskifirði og svo staðsetning sem er ákveðin þarna er tekin í samráði við íbúa á Eskifirði og það er sátt þetta að húsi verði þarna. Ok, nokkuð meira frá ykkur frá S-lista? Já, það er eins og Ragnar segir, það komið ljóst ekki að vera að nýta gamla íþróttahúsið til uppbyggingar þannig að það myndi í raun að mæta raunþörfum íbúa þannig að þetta var niðurstaðan. Bílistu nokkuð frá ykkur þetta snögt? Nei, ég held við séum bara öll nokkuð sammála. Gott. Þá skulum við fara í spurningu sem að er búin að koma inn og greinilega brennur á fólki. Hún kemur í nokkrum bútum og ég er búin að vera að reyna tjastlinni saman. Hún varðar hjúkrunarheimili og stuðning við eldri borgara í Fjarðabyggð. Það er fyrsta lagi verið að spyrja út í orð sem að muna hafi fallið á framboðsfundi í síðustu viku hvort það væri búið að loka, standi til að loka hjúkrunardeildinni í Neskaupstað og hvort að það liggi fyrir hvort framboðin séu með einhverjar skjalfesta sannanir fyrir því. Þessi spurningu var einkum beint að Sjálfstæðisflokki. Það er spurt af hverju íbúðir í Breiðabliki standi tómar þrátt fyrir biðlista.
það er spurt almenna afstöðu til hjúkrunarrýma í Fjarðabyggð og kannski bara almennt hvað þið sjáu fyrir ykkur til að bæta þjónustur eldri borgara og eða fjölga íbúðum eða hjúkrunarheimilum hverjum kjarna fyrir sig. Við skulum gefa ykkur aðeins auka tími þetta og byrja á D-lista. Takk fyrir það. Þessi staða er raunveruleg og þarna var ekki verið að slengja neinu fram. Við myndum aldrei gera slíkt. Þetta er grafalvarlegt mál. Það kom fram á bæði á fundi með Heilbrigðisstofnun Austurlands að þeir vilja stækka göngudeildina og taka undir hjúkrunardeildin í það. Á þeim fundi þá mótmælti Fjarðabyggð þessu. Ekki uppbyggingu göngudeildarinnar. Við fögnum því. Það er til þess að styrkja sjúkrahúsið. En við verðum að hafa einhverja lausn í sjónmæli varðandi þau hjúkrunarrými sem hér eru vegna þess að við viljum hafa hjúkrunarrými í Neskaupstað. Það kemur síðan blaðamannafundur hjá Ingu Sæland þar sem hún staðfestir að það eigi að fara í uppbyggingu á Huldulíð, byggja þar 20 rými sem er vel. Enga síður kom líka fram að það þýði fjölgun á hjúkrunarrýmum 10 sem þýðir það átt að loka hér en bæta við 20 rýmum á Huldulíð og úr því að þú spyrð sannanir þá kemur það fram í ársskýrslu HSA bara frá því í gær að unnið hefur verið að því að göngudeildin fái það húsnæði sem nú hýsir hjúkrunarheimilið í Neskaupstað. Við vitum jú öll að það hjúkrunarheimilið þrátt fyrir góða starfsemi uppfyllir ekki þær kröfur sem gerðar til húsnæðis hjúkrunarheimila en myndi nýtast vel í annari starfsemi hjúkrunarhúsins. Öll þessi vinna sem við höfum verið í hefur snúist það að standa vörð hjúkrunarrýmin hér. Það er okkur mjög mikilvægt og við verðum einfallega að tala hlutina. Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta núna og meirihlutaflokkurinn með okkur við höfum verið að tala þessa hluti. Við höfum verið að ávarpa þessa hluti og það er mjög mikilvægt. Við getum ekki sópað þess undir stólinn. Og lausnin hefur verið svo að reyna að finna flöt á þessu. Við viljum ekki breyta Breiðablik í hjúkrunarheimili. En við verðum að finna leið til þess að brúa þetta bil þar til að við höfum fengið áform að hér eigi að fjölga hjúkrunarrýmum. Þetta snýst þetta. Þetta snýst að standa vörð þann hóp sem að bíður eftir mikilvægum plássum. Kannski aðeins bara fljótt stefna í málefnum eldri borgara og hjúkrunarheimili utan Neskaupstaðar, eða stöðun utan Neskaupstaðar. Já, við þurfum að fara í samhæfingu á heimahjúkrun og heimaþjónustu. Þetta er málefni sem er mér mjög kært, hafandi starfað lengi í hjúkrunarheimilum Fjarðabyggðar. Samhæfing í heimahjúkrun og heimaþjónustu mun efla þjónustuna að öllu tilliti. Fólk vill fá þessa þjónustu í auknum mæli heim til sín. En við verðum líka að svara því ákalli varðandi þann fjölda fólk sem að fá þjónustu heim til sín með dagvistunarúrræðum. Og nú höfum við fengið úthlutað 10 rýmum sem við viljum byggja utan á öldrunarþjónustu sem fyrir í Fjarðabyggð og það léttir á samfélaginu, það léttir á þeim einstaklingum sem þurfa þjónustu að geta farið inn í dagdvöl og fengið þar hjálp við sínar daglegu athafnir og svo þarf að fjölga hér búsetu áformum fyrir eldri borgara og við fórum í húsnæðiskönnun til þess að kanna hug þeirra eldri borgara í Fjarðabyggð til hvaða breytinga þeir myndu sjá á sínum húsnæðisáformum á næstu árum og þar skýrt ákall það að fara í fjölgun íbúða þannig að eldra fólk geti minkað við sig sem mun þá skapa tækifæri fyrir aðra en við köllum að borðinu byggingariðnaðinn í Fjarðabyggð til þess að sýna þeim niðurstöður húsnæðiskönnunar og hvetja þá til þess að koma með okkur í þessa uppbyggingu. En hér í Neskaupstað lóðaframboð einna mest af skornum skammti af öllum byggðakjörnum Fjarðabyggðar og við þurfum að mæta því og þá þurfum við að sjá til þess að hér sé nægt lóðaframboð og
við þurfum að nema ný lönd til þess að tryggja að hér geti risið fleiri lóðir. Takk fyrir þetta. Listi. Varðandi uppbyggingu, varðandi lokun á deildinni, þetta er Ragnar komin inn á þetta, hvernig máli liggur þar. Það er auðvitað mikið kapsmál að hér verði hjúkrunarrými til staðar í bænum og ekki bara hérna í bænum, heldur auðvitað í öllu sveitafélaginu, og uppbygginginu og Huldu líður auðvitað vel. Og við myndum auðvitað vilja fá hérna uppbygging á hjúkrunarrýmum hérna líka, og við myndum vilja geta brúa þetta bil, þess að núna eru að tala um það að hjúkrunarrýminu fækkun 10 og fjölgun 20 eftir 5 ári, eða man ekki nákvæmlega hvernig ártalið er sett upp í þessu. En það er þetta líka mjög mikilvægt fyrir okkur hérna í sveitafélaginu að standa vörðum þar sem við höfum, og íbúa Breiðabliks að þeir vilja ekki í rauninni að þeirra íbúum sé fórnað í þetta, og Norðfirðingar hafa talað um það að standa vörðum þetta hús þjónar mjög mikilvægum tilgangi. Það eru biðlistar inn í húsi, þannig að með því að færa hjúkrunarrými þangað inn, þá erum við að lengja biðlista annar staðar, svo þetta þetta frekar erfitt mál, en við verðum bara að standa fast á því að hér verði byggð upp hjúkrunarrými, bæði hérna í Neskaupstað og annar staðar, og þetta styðja við uppbyggingu í Huldulíð. Það er mjög mikilvægt. Varðandi starfsemi eða varðandi þjónustu við eldri borgara í sveitafélaginu, þá teljum við mikilvægt að ná góðum samskipti við hann hóp. Við höfum talað við eldri borgara og við höfum fundið við fleiri eldri borgara í öðrum byggðarlögum, og þeim finnst vanta upp á það að vita hvaða þjónustu er í boði og hvernig er hægt að nálgast hana, og þessi samskipti þarf auðvitað að bæta eins og víðar, þá vantar upplýsingar. Og ég held að við þurfum að vinna með fólkinu sem starfar í þessum félögum, það eru öflug félög á hverjum stað, við þurfum að vinna með þeim í þarfagreiningu, hvað þarf að gera, hvernig getum við gert það. Þetta held ég að sé verkefni sem við þurfum að takast á við. Takk fyrir. B-listi. Já, það er búið að koma kannski inn á margt hérna, við erum svona að mörgu leiti á sama málu með þetta. Ég er svona ekki saman á Ragnarinu með að þau séu alveg ein sem hafi talað um þetta, en vissulega meiri hlutin, já, ok. En hérna, já, við erum náttúrulega búin að vera í samtali við HSA og þetta er bara mjög erfið og snúin staða eins og hérna í Neskaupstað, að við sjáum ekki, við viljum ekki sjá að þessi hjúkrunarrýmum fækki. Okkur finnst ekki vera bara það sé ekki boðlegt að fækka hjúkrunarrýmum hér. Upp á móti er líka biðlisti á Breiðablik, þannig að þetta er bara mjög erfið stað, og þetta var kannski svona til að koma til móts til skams tíma að það yrði þá hjúkrunarrými í Breiðabliki til að brúa þetta bil og missa ekki hjúkrunarrýmin héðan. En svo er það náttúrulega bara samtal sem þarf að halda áfram og taka tillit til hvort sé betra fyrir samfélagið. Og það er bara eitthvað sem við þurfum að skoða enn nánar. Varðandi það hvernig við ætlum að þjónusta aldraða og íbúðir fyrir aldraða. Við höfum verið að skoða uppbyggingu og íbúðum fyrir eldra fólk, og til dæmis íbúðir þá fyrir 65+ eins og það er heiti í dag. Það er satt að hérna er lítið úrval af lóðum, en við erum með augastað á lóð sem er ofboðslega vel staðsett og væri frábær fyrir þetta verkefni, og vonandi bara gengur það eftir. Það er mikil búbót fyrir samfélagið hér. Svo höfum við líka verið með verkefni gott að eldast, og hérna við þurfum að halda áfram með það. Það hefur verið í smá biðstöðu. Það er verkefni sem að tryggir íbúin sem það kjósa og geta að búa lengur heima, og það verður mjög gott fyrir samfélagið því að það er fólk sem að kýr það, og þá getur það fengið þá þjónustu sem það þarf til síns heima. Og eðlilega vill fólk vera í sínum byggðakjarna, og við skiljum það mjög vel. Fólk sem hefur alist upp hér innan þessa fjallarings er kannski ekki tilbúið að fara eitthvað langt, þannig að við þurfum að geta tryggt aðstöðu í heimabyggð fyrir þá sem að það vilja og þegar að við getum. En auðvitað væri draumastaðan þegar var verið að tala um einmitt áðan hvað við myndum gera í hennum fullkomna heimi. Það væri náttúrulega að geta byggt við bæði bara eldsnögt, en við vitum að það þarf lengri tíma til, en að sjálfsögðu þurfum að skoða líka bara stækkunarmöguleika, og sérstaklega þá á Breiðabliki. Eldsnögt, hvaða, þú veist að vísa til að væri til lóð til staðar? Já, það er hérna lóð sem að, ég veit nú ekki hversu var langt ég var að fara með það, en hún er í miðbænum og með sundlaugina, og það er bara lóð sem við þyrftum þá að í rauninni ná til okkar, en ég ætla kannski ekki að fara út í að nákvæmlega hvaða lóð það er. Það er á það til laus lóð, þannig að við fylgjum því eftir. S-listi?
Já, það ég ætla að segja eins og Þuríður, ég veit nú ekki hvort að þið séu það einu sem að sé búið að setja þetta á dagskrá, en við höfum svo sannarlega verið að ræða við stjórnvöldum einmitt þessi mál, hjúkrunarrýmin hér upp í Neskaupstað og Breiðablik, þá sérstaklega. Við höfum ekki að taka þátt í þessu samtali líka sem hefur átt í stað inn í bæjarráði og ég hélt svona að það samtal ég hefði nú alveg verið með á nótunum þar, þannig það komi verulega óvart þegar það var fullyrt að það væri búið að taka ákvörðun að loka hér hjúkrunarrýmunum. Þannig að ég hringdi nú bara nokkur símtöl og fékk það einfaldlega staðfest að það ekki búið að taka ákvörðun að loka rýmunum. En það satt eins og Ragnar segir hér að HSA hefur svo sem ekki farið lengt með sínar hugmyndir að breyta þessu í göngudeild. Það alveg rétt. En bara þannig að það sé rétt skil í öllum, þá hefur ekki verið tekin ákvörðun að loka þessu rýmum. En eins og við komum fram í málum kollega minni hérna, þá eru þessi rými sem til staðar klárlega orðið barn síns tíma og það þarf að ráðast í úrbætur á þeim. Og við í bæjarstjórn þurfum auðvitað að berjast fyrir því að hjúkrunarrýmin fari ekki úr kjördunum þar sem við eigum þau nú þegar og við þurfum að berjast fyrir því að fá fleiri hjúkrunarrými í kjarnan okkar. Nú þegar búið að samþykkja að það verði uppbygging í Hulduhlíð, 29 rými sem hefur verið tilbúin 2030 og það bara frábært. En við þurfum að spýta í, við þurfum að auka samtali við stjórnvöld því að við vitum það að við erum með samfélag sem að eldast. Þessir biðlistar munu einfallega lengjast. Þetta auðvitað flókin og erfið mál en við þurfum að standa hagsmunina hér í Fjarðabyggð og ganga úr skuggum það að við missum ekki þessi hjúkrunarrými sem hérna á svæðinu. Já, ég skal gera það. Já, eins og Þuríður kom inn á áðan þá verkefni Gott að eldast sem hefur náttúrulega verið svolítið biðstöðu núna en það verið að tala eflingu heimaþjónustu og stuðning og þannig að við mætum fólki sem að það kýs að geta búið sem heima sem lengst í öruggu umhverfi og með reisn. Og ég held einhvern veginn og það mín trú að fólk vilji fá að reyna að vera bara sjálfstætt að búa heima á sér ef það fær aðstofuna til þess að geta gert það. Og þetta auðvitað samstarfsverkefni milli Fjarðabyggðar og HSA og Múlaþings og vonandi bara nær það að koma svolítið á skriði núna á næstu mánuðum. En það þarf auðvitað líka að vinna markvisst að gegn félagslegur einangrun eldra fólks og það gerum við auðvitað með öflugu tómstundastarfi og Janus sem að ég hefur bara gefið góða raun og virkilega margir þáttengandur og það auðvitað líka svolítið forvörd fyrir það að vera að stunda líkamsrækt og læra öll tækin og fara á æfingar. Það eitt sem að félag eldri borgara sem maður hefur rætt við hafa verið að kalla eftir og það öflugri upplýsingagjöf því að þeir einhvern veginn ekki ná einhvern veginn að finna upplýsingarna sem þið vantar inn á heimasíðunni og svo þetta líka dreift út í að þú ert að vinna með upplýsingar frá HSA, þú ert að vinna með upplýsingar frá Fjarðabyggð þannig að við þurfum svolítið að vera öflugri í upplýsingagjöf til þessa hóps og svo sem alla. Ég held að komin ákveðin tíma. Mátt klára með einni góða setningu Já, þá bara hefði ég sagt að maður ætti svona fyrst og fremst að leggja áherslu og hlusta á eldra fólk og vinna þá sem sagt móta þjónustuna í samtali við það fólk. Takk fyrir það. Við skulum fara á hinn endan á aldrinum. Það spurt út í framtíðarsýn fyrir félagsmiðstöðvar í Fjarðabyggð. Hvernig ykkar framboð ætlar að tryggja að unglingar hafi aðgang að öruggu, aðlaðandi og uppbyggilegu húsnæði og starfi, Listi? Ég búin að bíða eftir þessa spurningu. Ég hef alveg rosalega mikla draumsýn því að þetta bara svo ótrúlega mikilvægt forvarnarstarf fyrir krakka og ungmenni. Það ekki allir krakkar sem að þrífast í íþróttastarfi og öðru þannig að þetta frábæri vettvangur bæði fyrir fræðsluforvarnir og svona fyrir að mynda svona fallegt samfélag. Ég hef verið að kynna mér aðeins varðandi félagsmiðstöðvar annars staðar, til dæmis upp í Árnesi, þá var tekið undir bara
gamall kjallar svona fullur af rusli, ég er búin að vera að skoða myndirnar, þetta alveg geggjað. Ég sé alveg fyrir mér að við þurfum að gera félagsmiðstöðvarnar okkar að aðlaðandi stað. Við höfum svolítið að vera að vinna með gamalt húsnæði, finna einhver svona gefin sófa inn í félagsmiðstöðuna, aðbúnaðurinn ekki nógu góður og við vorum að tala um það að Atóm hérna, þau hittast á barnum sko, þú veist, þetta ekki geggjað hérna svona aðlaðandi. Þannig að okkar sýn er svo að við viljum fara að taka samtali við krakkana og svona skoða þeirra þarfir. Þarna koma líka almenningssamgöngunar inn því að við heyrum líka aukið ákall á svona samstarf á milli fjarða og þá eru almenningssamgöngunar okkar ekki að virka fyrir þessa krakka. Þannig að við viljum fara bara í svona gagngera endurskoðun á stöðunni, bæði með krökkunum og svo forstöðumönnum félagsmiðstöðvanna. Takk fyrir þetta. S-listi. Já, við erum með á stefninu okkar að móta framtíðarsýn félagsmiðstöður í Fjarðabyggð og auðvitað þarf það að gerast í samtali við krakkan okkar. Það hefur verið nefnilega núna svolítið skertur opnunartími á félagsmiðstöðarnar og líka það að okkur vantar opnunartíma fyrir miðstigið, 5. til 7. bekkur. Því að þetta einmitt svo ótrúlega sterkur vettvangur fyrir börn sem eru kannski einmitt ekki að finna sig í hefðbundum íþróttastarfi og geta þá farið þarna og skiptir ekki máli hvort þú sért að fullu í íþróttum eða ekki. Þetta bara frábært forvarnarstarf sem verið að vinna þarna og mjög mikilvægt. Krakkarnir núna, þú veist út af því að ég sá nú ein spurning sem hefur kannski ekki fengið flesti hér, það var í tengslum við, þú veist hvernig á að efla almenningssamgöngur og annað og hvernig á einhvern veginn að sameina sveitafélagið í raun því að fólk telur að það sé ekki orðið alveg sameinað, að það þú veist, við erum að sjá krakka koma frá Neskaupstað yfir á Reyðarfjörð til þess að fara í félagsmiðstöðina þar og öfugt, því að krökkunum finnst þetta ekkert vandamál, en það þarf að vera, við þurfum að vera með samgöngu til þess að leyfa þeim að fara svona á milli, því að þau vilja þetta. Og þú veist, og hvort sem það að hafa félagsmiðstöð hverjum stað eða 2 stórar, þetta bara mikilvægt samtal sem við þurfum að eiga við krakkana sem að nota þessa þjónustu. Hvað teljum við, ef við hugsum okkur nokkur ár fram í tíma, hvernig viljum við vera búin að móta starfið í félagsmiðstöðunum hjá okkur. Og það þarf líka skýra forystu yfir þessum málaflokk. Þannig að það er mjög mikilvægt. Viltu bæta ykkur við? Samanlega því. D-listi. Já, takk fyrir. Það svo sem komið nokkurn veginn fram. Ég meina, við viljum auðvitað bara hlusta á ungmennaráðið. Þau hafa kallað eftir því að það verður auknir möguleikar að fara á milli, að þjónustan verður betur nýtt og þetta þurfum við þá að skoða það einmitt í tengslu almenningssamgöngukerfið okkar, hvort að það sé að bjóða upp á þessa möguleika, að ungmenni geti farið á milli á þeim tíma og þau auðvitað vilja, eins og ég segi, við bara viljum hlusta á þau vilja nýta félagsmiðstöðuna betur, jafnvel vera með nýting á öðru húsnæði eigu sveitafélagsins, hvort sem það íþróttahúsinu eða skólana. Og þetta er unga fólki okkar, þetta bara liðurinn því að sameina samfélagið okkar ennþá betur og náum við betri nýting á milli kjarna því að þau eru kannski ekki með þessa skýrari svona, hvað segja, reparík eða hugsa þetta ekki mikið í bæjarkjörnunum eins og eldra fólki eflaust sem mann tímana þá. En það eins og ég segi, lykillinn í okkur, við viljum bara hlusta betur á fólki og efla starfið þannig. Vilt þú bæta einhverju við það? Nei, fínt. Nei, gott. B-listi. Frábært að koma svona í restina, það næstu búið að segja allt sem að segja þarf. En ég get bara tekið undir það að það er náttúrulega fyrst að brotna rúður og slitni sófar eiga náttúrulega ekki að vera staðalbúnaður í félagsmiðstöðum. Þannig að við þurfum að byrja þar, við þurfum að finna einmitt húsnæði sem að bara almennlegt. Það er mjög misjafnt hvernig það er. Almenningssamgöngurnar eru lykilatriði hvar sem er. Og ég sammála því líka sem hefur komið fram hérna, það þarf að skipuleggja þjónustuna aðeins út frá því. En ég held að þurfi allavega að fjölga opnunum sama hvernig það eru, hvort það séu einhvern veginn með tengdar almenningssamgöngum. Þannig að ég held að þurfa stór efla þetta fyrir eins og Alma sagði áðan að forvarnagildi þessa er ótvírætt og við þurfum að gera betur þannig. Og kannski eitt sem ég langar líka að minnast á, þetta eina sem að enginn sagði hérna við borðið, er að eftir 16 ára aldur þá eru þau ennþá börn og þessi hópur gleymist aðeins í gegnum tíðina og ég þekki það bara vel. Við þurfum að finna eitthvað í samráði við þann hóp
hvað hendar þeim, af því að þegar þau eru búin með 10. bekk þá eru félagsmiðstöðvarnir ekki lengur staðurinn fyrir þau. Þannig að við þurfum aðeins að hugsa það hvort við þurfum ekki einhvern svona stað fyrir þennan aldurshóp, sama hvort það er 16 upp í 18, 16 upp í 20 eða hver sá hópur er. Af því ég held að það sé mikilvægt og þau eru að kalla eftir því. Snöggt, já. Já, mér langar þá að segja, Birgir, frábær hugmynd, við höfum rætt þetta líka, þessi hópur sem dettur inn á milli, en ef við græjum geggjaðar félagsmiðstöðvar sem eru fjölnota fyrir alls konar starfsemi, þá erum við að fara í þetta. Já, kýlum á þetta. Gott mál, alltaf gaman að við komum áfram góðum málum. Ég ætla að nikka spurningu, af því Hjördís skilja verið mætt vel undirbúin í þessu samhengi að það er að ræða stuttlega almenningssamgöngur innan Fjarðabyggðar. Eru þeir að virka fyrir það sem þeir eiga að virka, eins og þeir hefur nefnt hér bæði félagsmiðstöðvar og íþróttastarf. Við byrjum á B-lista. Já, það er ákveðnuleitur að virka en það þarf samt að bæta þér og þá sérstaklega til þeirra byggðakjarna sem eru lengra frá og horfum á Breiðdalsvík og Stöðvarfjörð til dæmis. Og svo þurfum við að skoða fjölgun á þessum kvöldferðum sem að gæti þá vonandi nýst ungmennunum okkar eða börnunum í félagsmiðstöðvarstarfinu. Þannig að ég held að það séu tækifæri, samgöngunar eru fínar en það þarf að taka þær til skoðunar eins og annað og ég held að við getum elft þær. Ég ætla aðeins að taka undir þetta og við sjáum það til dæmis hérna í verkmenntaskólanum ef það eru viðburðir sem eru hérna á kvöldin. Þá er næstum því ótækt að nemendur okkar annars staðar frá ná að koma hérna nema þeim sé reynilega skutlað. Þannig að ég held að það sé eitthvað og það er búið að tala um hérna lengi að skoða möguleika á kvöldferðum og svo er líka eitthvað sem við getum skoðað, það er dálítið langt bil, ég meina morgunferðirnar ef við hugsum bara, ég líður eins og þessi sjálfhverfur að hugsa bara út frá verkmenntaskólanum. En þær eru ágættar þessar morgunferðir, það er dálítið langt bil þangað til þetta seinnipartinn, þannig að það er eitthvað sem við þurfum að hugsa af því að ég held að ferðir þarna í þessu bili myndu nýtast fleirum, jafnvel eldra fólki eða öðrum hópum, þannig að það er eitthvað sem við bara eigum klárlega að skoða. M-listi. Já, í almenningssamgöngum þá hefur við svo sem fengið athugasemdir sérstaklega Suðurfjörðunum að þessu erfiðar sé ágættar til þess að komast áreiðafjörð en þessi erfiðar að fara tilbaka til hvernig ferðirnar hittast á og svo framvegis og svo þetta í samhengi við félagsmiðstöðunar og ungt fólk þá er þetta mikið eftir að við förum að huga þessum kvöldferðum og reynum að samræma þessa dagskrá við dagskrána sem er í gangi í sveitafélaginu en svo höfum við líka fengið svona athugasemdir ábendingar það hafði ekki verið almenningssamgöngur upp á skíðasvæði á veturna og þetta er mikill akstur fyrir fólk að vera að fara þurfa að skutla og sækja. Þannig að svona til dæmis komu á foreldrar og skíða fólk komið á tillögu að við höfum að minnsta kosti ferð upp eftir skólana og þó að foreldrar þurfa að sækja sjálf þannig ég myndi telja að við varum mjög mikið að koma til móts við fólk þarna. Þetta er langt að fara og þetta er oft margir dagar í röð sem þetta stendur yfir. D-listi. Já takk, ég held að við séum öll sammála það að það sé brýnt að bæta almenningssamgöngun og það hefur við gert í gegnum hvert útboð í almenningssamgöngum, það hefur verið að bæta í og við þurfum áfram að bæta í og almenningssamgöngukerfi okkar tekur svolítið mikið mið í dag af íþróttastarfi og skólastarfi og við þurfum þá bara einfallega að fara að bæta í hvað varðar kvöldferðirnar og við þurfum að skoða sérstaklega varðandi félagsmiðstöðuna en svo eru líka að fá aukinn tækifæri með dagdvalarúrræðum eldri borgara þá myndast svo krafa á sveitarfélagið að veita akstursþjónustu eins og er gert varðandi dagdval eldri borgara í Breiðdal og það skapar ákveðin tækifæri til þess að vera með persónubundnari akstursþjónustu gagnvart eldri borgarunum sem að þurfa svo sannarlega þá þjónustu og það mun þá snúa að dagdvöluna einhverju leiti en með því að þurfa að fara að mæta því með bíl, starfsmanni að þá aukast valmöguleikarnir í þessu en almenningssamgöngukerfinu verður það verður elt með næsta útboði ég finn það bara að við erum öll sammála það. S-listi þig vantilega með gott svar eftir unni heimuunna. Já, nákvæmlega. Ég kom að því í inngangnum hérna áðan að
að samgöngur í fjölkjarna sveitafélagins okkar eru lífæð samfélagsins. Þetta er auðvitað bara grunninnviður í því að við störfum saman sem eitt sameinað sveitafélag og þetta er eitt af því sem við heyrum í öllum kjörnum, sérstaklega á Stöðvarfirði og Breiðdalsvík, það er alveg rétt. Þannig að það er alveg ljóst að við þurfum að fara í endurskoðun á þessu kerfi. Þið heyri það svo sem hérna við þetta borð að ég held að það hafi allir heyrt sömu áhyggjur frá íbúum okkar. Við erum búin að tala við íþróttafélög, við erum búin að tala við íbúana og ýmis skólana hvað þurfa að bæta og þetta er eiginlega það fyrsta sem menn nefna yfirleitt. Það eru svo mikil tækifæri þarna eins og búið að koma inn á. Fleiri kvöldferðir, við þurfum að tengja þetta betur við félagsmiðstöðunar okkar, við þurfum að tengja þetta betur við íþróttir og tómstundir og við þurfum að efla þetta þannig að þetta nýtist okkur sem best. Þannig ég held að þið heyri það á svörum okkur allra. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál og við munum fara í það að endurskoða þetta með öllum hagsmunaaðilum. Spurning hér sem fekk töluvert fjölda atkvæða. Hvað viljið þið til að gera, teljið þið að sveitarfélagið geti gert betur þegar kemur að geðheilbrigðismálum til að styðja við geðheilsu barna, unglinga, fullorðinna, yfir höfuð allra? Byrjum bara ykkur S-listi. Sko, þetta er einmitt risastór málaflokkur og þetta er eitthvað sem er okkur bara mjög kært. Hér er búið að ræða mikið forvarnir og ýmislegt. Þegar kemur að geðheilbrigðismálum barna þá þurfum við að efla þessi snemmtæku úrræði sem við höfum til þess að koma í veg fyrir og fækka þeim tilfellum þar sem að þarf að grípa inn í. Og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að það sé gert í samstarfi við og það sé gert í almennilegu samráði og samstarfi þar á milli. Þar er hægt að gera mikið starf. Forvarnirnar, við erum búin að nefna það ítrekkað. Íþróttir, tómstundir, félagsmiðstöðunar okkar, þetta þarf allt að efla því allt þetta telur inn í þetta ríka forvarnarstarf sem þarf að eiga sér stað í sveitarfélaginu og þar getum við stigið fasta niður. Við þurfum líka að herja á stjórnvöld og vera í hagsmunagæslu að það séu úrræði til staðar þegar við þurfum að grípa til þeirra. Það er auðvitað gríðarlega mikilvægt í þessu. Við spurðum líka Við spyrum bara hvað til frambúðið þurfa að gera til að efla geðheilsu. Já. Og það er að sama með fullorðna fólki okkar. Við þurfum að tryggja að það sé þjónusta til staðar hér í sveitarfélaginu að maður þurfi ekki að fara langan veg til að sækja sér úrræði sem þið þurfa. Og þannig að við þurfum auðvitað að eiga þetta samtal og þrýsta á stjórnvöld í því. M-listi. Já. Það er svo svipað og Stefán var að reifa hérna en oft blandar fólk saman þjónustu sveitafélags og ríkis. Ríkið rekur heilsugæslurnar okkar og Barnaspítalann, BUGL. Úrræðin sem við höfum hér eru bara ofboðslega döpur. Þá er ég að tala sem sagt, frambóðið á fyrir börn og ungmenni bara óbúslega lítið. Við höfum eitt starfandi sálfræðing sem sinnir börnum á HSA fyrir allt Austurland. Það eru rammasamningar sem eru gerðir við aðra sálfræðinga en þá er það fjarviðtöl. Það hendar ekki öllum börnum. Þannig að það sem við getum gert og eigum að gera að við eigum að taka þingmennin okkar og tukta þá til, brýna þá og senda þá á feltið fyrir okkur. Það sem við getum gert er það sem við höfum verið að ræða hér og ég myndi vilja byrja strax í leikskóla. Að koma inn geðfræðslu þannig að við hugsum heilbrigt líferni, svefn er grunnstoð þess að við fungerum til dæmis. Ég myndi vilja sjá þetta meirinn í skólum, bara svona virka geðfræðslu. Við þurfum líka að efla, eins og ég segi, íþróttastarf, félagsmiðstöðvar, félagsstörf og annað. Ég held að við getum komið bara sterk þar inn og ég er alveg með skýra sýn hvað það varðar. En við gerum náttúrulega ekkert neitt nema við komumst til valda, þannig að ég vil líka taka það fram. Takk fyrir B-listi. Já, fyrir ekki, snakkt bara. Já, það er svona varandi bara þjónustuna almennt séð, þá þú veist erum við með eins og hérna á Austurlandi þá kemur geðlæknir til Egilsstaða 3 daga í mánuði sem er að sinna fullorðnum og þarna eru biðlistar, þetta er allt og reyni fái dagar, það þyrfti kannski að vera oftar í mánuði. Og síðan væri nú kannski eðlilegt líka að þetta væri þá bæði á héraði og hérna í Fjarðabyggð þar sem að væri að koma læknar, það vantar fagfólk inn á svæðið til þess að geta sinnt þessu almennilega og við þurfum bara að vera með ákall það að það verði bara farið
í það er rauninni að fjölga lækna heimsóknum á Austurland og við fáum þá bara geðlækni hérna niður til Fjarðabyggðar líka. Takk fyrir B-listi. Já, við heyrum mikið ákall til dæmis meðal grunnskólabarna. Þau voru með svona frambóðsfund sjálf í grunnskólanum á Reyðarfirði daginn. Ég fór þangað og mjög áhugavert. Og þar var komið inn á það að þau stofnuðu sín eigin flokka og þeir voru allir með það á sinni stefnuskrá að fjölga sálfræðingum innan grunnskólana. Og þar sá maður skýrt átkall það beint frá börnunum. Og það er eitthvað sem er náttúrulega eftir því sem mér skilst á að vera á vegum HSA, en við þurfum klárlega að grípa þarna inn í og reyna að finna ráð til þess að börn í grunnskólum geti haft greiðan aðgang að sálfræðingum sem eru þá að sinna sálgæslu. Einnig þurfum við að vera öflug í forvörnum og forvörnastarfi. Höfum verið að efla það og þurfum að gera þar enn betur. Við opnuðum núna og stóðum að samstarfssamning við Pieta, þar sem var að opna Pietaskjól á þessu kjörtímabili. Við erum ofboðslega stolt af því og við hækkuðum framlögin þegar leið á kjörtímabilið sem var bara mikilvægt og við þurfum að standa vörð þann samning áfram og efla hann enn frekar. Og svo er þetta bara, já, Birgir, þú? Já, bara kannski það sem Alma kom inn á með að það þarf náttúrulega bara að fjölga þessu fagfólki og sérstaklega heilbrigðisþjónustu megin, svo þurfum við að skapa einhvern veginn leiðirnar til dæmis inn í skólunum til þess að koma krökkunum þangað inn. Þannig að ég held að sé lykilatriði fyrst að fjölga fólkinu í heilbrigðisþjónustunni og svo búum við til þess að auðveldu leið okkar fólks inn í skólanum til að koma þar inn. Ég held að það sé algjört lykilatriði. Takk fyrir þetta D-listi. Já, takk fyrir, þetta er mjög mikilvæg og góð spurning og þetta var algjör tímamóta samningur sem við gerðum við Pieta. Fjarðabyggð var eitt af fyrstu sveitarfélögunum sem gerði slíkan samning. Samningurinn snýr að fastri viðveru hér í Fjarðabyggð og við eigum að horfa til þess að efla hann. Hann snýst sálgæslu, hann snýst forvarnir og hann snýst fræðslu. Og það er mjög mikilvægt að fá sérhæfa aðila til þess að koma inn í samfélagið með slíka fræðslu og slíkar forvarnir. Við höfum líka verið í samstarfi við sveitarfélögin hér á Austurlandi með að koma á geðheilbrigðismiðstöð. Og fyrstu vísbendingarnar í því er að það gengur vel og við erum með skjólstæðinga að nýta sér þá þjónustu. En við erum hvergi að gera nægilega mikið í þessum málaflokki. Við eigum að horfa til þess að vinna nánar og þéttar með HSA og Rauðakrossinum og kirkjunni í því að kalla að og félagsþjónustun auðvitað hjá okkur í að kalla að og búa til teymi til þess að grípa þennan hóp fólks og fara að búa til meiri forvarnir í þessari vinnu. Og við eigum eins og Stefán kom inn á að sækja meira á ríkið að þau standi við sitt í því að byggja upp geðheilbrigðisþjónustu sérstaklega út á landi. Og það voru göfug fyrirheit og við eigum að sækja á það vegna þess að í þessum málaflokki eigum við að tjalda öllu því sem að við höfum í því að sinna honum vel. Takk fyrir. Ein snöggspurning áður við förum úti og könnum salin. Hvaða ákvörðun sem sveitarfélagi hefur tekið síðustu ár hefðu þið tekið öðruvísi? Framsson, þið er búin að vera 4 í meirihluta, þið byrjið. Já, ég var einmitt búin að sjá hann á netinu og ég var búin að hugsa þetta mikið. Það sem að mig langar kannski að tala og snertir mig líka svolítið mikið þar sem ég hef stýrt skipulags- og framkvæmdanefnd. Þá hefði ég vilja fara hraðar í það að finna úrræði til að fjölga íbúðalóðum hér í Neskaupstað. Við hefðum þurft að byrja á því fyrr. Við erum komin í þá stöðu núna að það eru mjög fáar lóðir og við sjáum alls konar tækifæri og ég sé eftir því að við höfum ekki hafið þessa vinnu strax í byrjun kjörtímabilsins. Takk fyrir. D-listi. 2 ári meirihluta. Hvað þau vilja vel að breyta? Ég held að ef ég horf bara yfir þessi 4 ár þá hefðum við þurft að vera meiri samtaka í því að setja raunhæfari áætlanir og það er ofboðslega mikilvægt að áætlanir sem sveitarfélagi er að setja sér standist og eitt af því er það að gera ekki ráð fyrir tekjum sem að er óvíst hvort að skili sér
og við settum líka á fjármálareglu til þess að fylgja betur eftir fjárhagsáætlana gerð og þetta höfum við held ég öll verið sammála. Slísti eitthvað sem að þið viljið endurskoða ákvörðunum síðasta kjörtímabils? Já, svo sem það voru einhverja sem við vorum á móti þannig að það er kannski þær breytingar í grunnskólamálunum og leikskólamálunum einna helst sem að kannski koma fyrst upp í huga þar sem við vorum svo sannlega á móti. Ég er ekki meira að setja þetta í hug. Miðflokkur, þið eru stikk fyrir öllum ákvörðunum. Ef ekki segja allar þá. Já, við hefum gert þetta allt öðruvísi. En ég held nú að það sem að málið sem svona virðist nú vera heitasta katarmann í bænum eru þetta leikskólamálin. Það hefði þurft að vera meira samráð þar og ná meiri sátt þær breytingar sem voru gerað þar. Ég held að það sé mál sem hefði þurft að skoða betur. Takk fyrir þetta. Ég ætla að athuga hvort það séu spurningur á sali minni, fólk á að vera spyrja, vera stuttort, Jónum mikrofón. Einhvers vil rétta, og ég ætla ekki að hafa mælendaskrá opnað lengi, er einhverju sem að rétt upp hönd núna? Hérna hægra, já, þarna, gera þarna og svo er hérna. Góða kvöldið, daginn. Ég ætla að spyrja framboðin í sambandi við ferðaþjónustu. Nú, allt í einu virðist vera orðin áhuga því að byggja ferðaþjónustu í Fjarðabyggð. Ég hef búin að vera í þessu 16 ár og hef nú ekki fundið þennan vilja. Mér langar að fá að vita hjá framboðunum ekki með einhverju fróðu hvernig ætlið þið að byggja ferðaþjónustu? Hvaða tæki og tól ætlið að nota til þeirra? Mér finnst þetta það eru 3 framboðið þetta sem hafa öll svona sett þetta aldrei óttinn, Sjálfstæðisflokkurinn er nú svona svolítið, ég hef minnst ekki hægt að tala þetta, en ef við horfum til þetta bara í mínu samfélagi, mér finnst ekki fara saman hljóð og mynd til dæmis í því hvernig þessi tjálstæðamál hér hafa farið. Hvernig ætlið að gera þetta? Takk fyrir að spurning hérna megin í salnum, Jón. Þetta er þetta aftur upp hönd. Já, mér langar að spyrja út í, nú eru allir flokkar með mikinn áhuga á skíðasvæðinu skyndilega og mér langar að heyra frá flokkanum hvað þau sjá fyrir sér að gera næstu 4 árum með tilliti til Oddsskarðs. Skýrt og hnit með það. Takk fyrir. Fleiri spurningar úr sal. Það eru 2 aftast. Já, komið sæl, Ari heiti ég. Langar að spyrja sveitafélagi ykkur það lóðaframboð eins og við komum fram með mjög lélegt í sveitafélaginu. Það er aðallega á Reyðarfirði. Ég starfa fyrir stórbyggingafyrirtæki hérna í Neskaupstað og við fórum í það vetur að smíða hús sem við ætluðum að reyna að koma upp en það var ekki til lóðir fyrir það. Við fengum eina lóð, sóttumst eftir lóð á Eskifirði, þar var ekki hægt að fá að byggja og ekki á Fáskrúðsfirði. Við höfðum áhuga að byggja núna í vor en núna erum við búin að missa tækifæri til að reisa húsin af því við erum komin í önnur verkefni. Svo er það annað sem ég langar til að koma inn á og það er uppbygging sveitafélagsins eða tenging sveitafélagsins við Bríet og Brák. Nú var það byggt eða fært starfsemi fallara til Reyðarfjarðar og þar var fært þangað í þeirri ljósi að þar væri aðili sem hafði áhuga á því að reka húsið en svo kom í ljós að svo er ekki, heldur núna er Bríet og Brák búin að kaupa húsið. Af hverju var þetta ekki boðið út? Og mér finnst vanta svolítið mikið á það að sveitafélagið sé að starfa fyrir þau fyrirtæki sem eru að reyna að starfa í samfélaginu. Já. Takk fyrir. Það var eins henda viðbót og meðan hann spyr þá loka ég mælendaskrá, svo það sé. Ég er með spurningum varðandi ofanflóðavarnir. Hver er stefna sveitarfélagsins varðandi varnir hérna fyrir Sæbakka og Límbakka og svo fyrir atvinnusvæðið og spennustöðun okkar hérna inn í Naustahvammi? Og svo ætla ég bara að hvetja ykkur að vera hugrökk og keyra áfram
og ekki vera alltaf að spurja aðra hvernig þeir eru að gera hlutina, heldur láta fólk leita til ykkar. Ok, takk, ég mistaði henni, það var gott og svakandi, takk. Góðan daginn. Mér langar til þess að þið talaði það að hvetja og reyna að aðstofa fólk við að vera sem lengst í húsunum sínum hefur fólk verið gamalt. Nú er maður nýkomin að þennan aldur og ég ætla bara að segja ykkur það, og menn eru nú að fela sig bak við það að ríkið sko. Ég hlusta bara ekki á þess að djöfisins þvælu sko. Málið er það að þeir vilja að fólk sé í sínum húsum sem lengst og þú þarft að borga bæði útsvar og skatta og fasteignagjöld að þessu. Og við skulum segja það nú að annar maki fellur frá og þú þarft að standa upp og borga þessar miklu, þú ert bara að setja fólki í fátæktargildru. Ég vil bara fólk hjóli ríkið, ég er bara þar. Takk fyrir. Takk fyrir, við erum það sammála að mældaskonsið lokað, gott mál. Byrjum bara hérna á, ég vona að frambjóðendur sem hafi náð þessum spurningum, ég með þau. Ef þið þurfið aðstoð þá er mjög gróflega skrifið hjá mér, en ég ætla bara að byrja hér á M-lista. Já, ef við byrjum á spurningur frá Gurra varandi ferðaþjónustuna, hvað getum við gert? Það sem við viljum gera er að fara í markaðssetningu á Fjarðabyggð og við viljum að sjálfsögðu fara í það að mynda einhverja stefnu það hvernig við getum aukið ferðamannafjölda hérna eins og í gegnum hafnirnar okkar. Það eru skip, ferjur, við þurfum að fara þá leið. Við þurfum auðvitað að fara hérna í svona, þetta er innviða uppbyggingin sem snýst hversu aðlaðandi samfélagi getur verið, en auðvitað takmarka hvað sveitafélagi getur gert verðandi að byggja upp sko kannski afþreyingu eða þá segla sem við þurfum til þess að binda fólk hérna, en við ætlum að sjálfsögðu að vinna að því með íbúum sveitafélags eins og með ferðaþjónustaðalum og við náum að gera svæðið okkar þannig að fólk vilji koma hérna og ekki bara koma við, heldur koma, gista og vera hérna í einhverja daga. Og það eru þetta útivist sem að spila svona stórt hlutverk í dag, sérstaklega á innanlandsferðamönnum, og þá ættum við að horfa á skíðasvæðið, hjólaleiðir, svo erum við með frábæra aðstöðu til skemmtisiglinga, til gönguferðir og þetta veit ég að það hefur unnið gott starf í markaðssetningu á þeim, en við getum verið alltaf leita lengra þar. Varðandi skíðasvæðið, þá svona höfum við talað við fólk bæði innan þá skíðadeildarinnar eða skíðaótskarsvinni eða svoleiðis samtök og þetta íbúana. Og það sem þarf að gera þar og sem að menn virðast vera mest sammála og við fórum nú hérna til Dalvíkur og skoðum nýtt húsnæði sem verður að byggja þar og fyrsta skrefið með að við svona fyrstu athugun allavega ætti að vera tækjageymsla. Það þyrfti að fara í uppbygging á tækjageymslu svo að þetta passa vel upp á tækjakostin og svo er gríðarlega hár viðhaldskostnaður á þessum tækjum og þessi kostnaður ætti að vera lægri og þar alveg að styðja við frekar uppbyggingu, en svo þarf líka að klára skipulagið fyrir svæðið og þar þetta svolítið verkefni framöndan upp á hvort að það þarf að færa lyftuna, hvernig að færa lyftuna og hvað má gera. Þetta eru þetta ofanflóðavarnir og þannig þetta er svona verkefni sem þarf að klárast. Varðandi lóðaframboðið, þá er það eins og menn hafa komið inn á hérna og við höfum talað fyrir, þá verðum við að skýra lóðaframboðið í Fjarðabyggð heilsinni. Það verður að vera að fara inn á heimasíðuna, sjá hvaða lóðir eru til og það sé hægt að sækja þessar lóðir og það sem maður sér núna er það að það verður úthlutað lóðum sem er ekki einu sinni lausar eða þú skoðar vefinn sko. Þannig að það þarf að setja fram gagnsætt hvaða lóður eru lausar og hvaða stefnu við ætlum að hafa í lóðamálum og það sem er skortur á lóðum, þá verðum við að hefja vinnu við það að sjá hvað við getum gert í framtíðinni. Við þurfum að hugsa þetta til 20, 30, 40 ára eins og hérna bara í þessum bæ í Neskaupstað, hér er ekki margar lóður lausar og við verðum að fara að hugsa það hvað ætlum við að gera í framhaldinu. Þú veist, uppbyggingin getur ekki stoppað, við verðum að halda áfram og verðum að vera undirbúin undir það. Varðandi Bríet og Brák, þá hef ég ekki kannski mikla innsýn inn í þessi mál sem að Ari var að spyrja þar, en ætti að vera forgangsatriði að framkvæmdur með sveitafélagsins fari í útboð og við þurfum að berjast fyrir því í sveitafélaginu að passa upp á störfin okkar, passa upp á það sem við erum með hérna og það er bara mjög mikilvægt mál fyrir okkur í pólitíkin að passa upp á það sem við höfum og reyna að efla það starf sem er hérna í sveitafélaginu. Í ofanflóðavörnunum við steppa, þá skulum bara viðurkenna það að ég nú bara hef ekki alveg þekkingu á þeim málefnum en að sjálfsögðu myndum við vilja tryggja eins og við talar spennustöðuna, ég hef þá umræða svo sem áður, við verðum auðvitað að fara í það að íta því verkefnum vöru að við verjum hérna innviðina því ef spennustöðin fer í snjóflóði þá erum við að horfa fram á mjög alvarlegt mál hérna í Neskaupstað, þannig við verðum auðvitað að íta eftir þessum málum þó ég hafi ekki heildar yfirsýn yfir það. Gunnar kemur inn á að við þurfum að þrýsta á ríkið varðandi uppbyggingu á þá hjúkrunarrýmum og þurfum auðvitað kannski að koma fólki líka inn í þjónustýbúðir
og þá kannski komum við inn á það sem vorum að tala með Breiðablik. Breiðablik gríðarlega góðu vettvangur fyrir fólk sem er komið á þann tíma þurfa að minnka við sig, fólk orðið eitt, þannig ég held við ættum að horfa á það að þann möguleika að stækka Breiðablik, að reyna að byggja upp húsnæði sem er þetta að reka samt sjálfbært, vera með leiguhúsnæði þar, þannig við getum þá sinnt þessari heimaþjónustu á einum stað. Það þurft að vera með þjónustu fyrir íbúana án þess að þau þurfi að fara á hjúkrunarheimili og án þess að þau þurfi að vera einir heima í dýru húsnæði. Það er mjög félagslega gott og félagslega jákvæmt fyrir fólk að komast í þetta úrræði og það er mjög mikilvægt að pössum upp á það og reynum að byggja það upp áfram. Tókuð þið skíðasvæðið? Háspilum skíðasvæðið? Já. Ok, ég datta aðeins út bara. Alls ekki. S-listi. Ég held ég heyrt að segja tjaldsvæði, en það er gott að fólk er vakandi. Þetta var katastrófa í tjaldstæðan og vinni Neskustad síðasta sumar og reyndar ef þið gerðið bæinn þá voru ennþá skiptinn sem segja okkur hvert að fara upp í varningar á tjálta. En það er þetta sem að hún er auðvitað búið að búið að skipulegja tjaldstæði sem á byggja inn í Gylfastæði og það er bara komið á þann stað að það er bara verið að fara að byggja það upp, það er búið að rífa húsið og þá verður byggt upp tjaldstæði þar og það svæði verður auðvitað tengt við þetta fjölskyldusvæði, tengt við þetta útvíðsvæði fyrir varningarunum sem er þetta kannski, ég vildi segja þetta þess að varningarasvæði hérna í Neskustad sem mjög gott svæði til að markaðsetta fyrir útivist, fyrir hjólafólk og svoleiðis, þannig við eigum verið tækifæri þar, búið til fallegt svæði og því sem við erum að nota í þessu tímafí, en við þurfum að standa vörður tjálstæðan og passa upp á að þau séu aðlægandi og góð. En svo hérna í Neskustad þá er verið að fara að byggja þetta tjálstæði og það er löngu komið á áætlun. Ég held að svarið sé komið, takk fyrir S-listi. Já, Gurri, takk fyrir spurninguna. Ég held að þú og margir aðrir sem hafa staðið í þessari ferðarþjónustu og hafa lyft grettistaki, bara mikið lofskili fyrir það. Nú sátum við saman fund hér daginn, súpufund á bæjarstjórnarskrifstofunni fyrir ekkert svo löngu og þar var bara mjög áhugavert að heyra sjónarmið aðila sem er að vinna í ferðarþjónustunni. Og við fórum í kjölfarið því og ræddum við aðila í ferðarþjónustunni hvað mætti gera betur. Eitt af því sem kom upp til dæmis er að Fjarðabyggð hefur sótt mikið í uppbyggingu svo ferðamannastaða en það hefur svolítið verið handahófskennt og vantað svona ákveðna sýn og manni finnst eðlilegt að maður myndi taka þetta samtal til dæmis með iðnaðinum sjálfum hvar menn sjá fyrir sér vaxta möguleika í þessu. Við höfum líka sérstaklega horft til þess að taka á móti fleiri skemmtiferðaskipum. Er það eitthvað sem við eigum að gera sem er spurning sem við finnst að þurfa að svara? Í rauninni hefur engin stefna verið til staðar hjá sveitarfélaginu með það mál og það eru mikil tækifæri. En ef menn ætla að fara þá vegferð þá þarf auðvitað að gera það með þeir sem standa í ferðarþjónustunni og tryggja það þessu innvið til staðar svo við getum tekið á móti fólki og gert þetta almennilega. Aðeins varandi tjaldstæðamálin, ég held að allir hérna inni þekki hversu langa tíma það hefur tekið. Að hluta til auðvitað hefur það ekki verið í kannski höndum sveitarfélagsins, heldur hefur það verið ofanflóða sjóður sem hefur staðið þeirri vinnu og þetta verið mikil synd að það hefur ekki verið hægt að koma þessu fyrr á. Nú er búið að skipuleggja til glæsilegt svæði hérna inn við Gylfastæði sem að vonandi verður þá klárt á næsta ári og sömulegis er búið að skipuleggja glæsilegt fjölskyldusvæði sem verður hérna í Starmýrni þannig að það verður mikil búbót hér. Petra, aðeins inn á Oddsskarð. Við eins og held ég öll framböðin höfum átt samtal við skíðafélagið hér á svæðinu og þar kom fram í raun og veru hvernig menn sáu fyrir sér uppbyggingu svæðisins og þegar maður lítur tilbaka þá er alveg ljóst að þetta skíðasvæði hefur ekki fengið það viðhald sem það á skilið né fengið þá uppbyggingu sem það á skilið. Ég held að þegar mann tala hvað er raunhæft á næsta árum ef við ætlum að halda þessu skíðasvæði gangandi þá þarf að fara í þessa geymslu sem að Miðflokkur nefndi hérna og ég held að allir sé að horfa til Dalvíkur með það því ef við ætlum að halda þessu við og ég er að reka þetta svæði áfram þá þurfum við að tryggja það að tækin virki og þau liggja undir skemmdum, standa úti alla veturinn og allt sumarið. Þannig það er raun og veru klálega fyrsta skrif í því. Svo þetta þarf að ráðast í ákveðna skipulagsvinnu, menn þurfa að taka ákvörðun með lyfturnar og annað slíkt. Ari aðeins inn á lóðaframboðið, þetta er alveg rétt sem kemur hérna fram. Það hefur skort á í sumum kjörnum og það þarf að gera meira í því að fjölga lóðum sem eru tilbúnar til úthlutunar. Ég tek líka undir það sem Hrafn sagði með gagnsæi í úthlutunum. Það hafa einhver lóðir farið út sem að sjást ekki inn í þessu kerfi. Það er sem betur verið búið að
koma fyrir núna kerfi þar sem við geta séð hvaða lóðir eru lausar, en við þurfum þó að tryggja það að allar lóðir sem eru lausar farið þar inn og menn geti sótt þær á einhverjum jafnræðis grundvelli. Ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt. Samhliða þessu þá þurfum við að fara í meira deiliskipulag og skoða hvar við getum klárað okkar lóðir, og þetta snýst líka skilvirkni inn í stjórnsýslunni. Þið þekkið það sjálf. Ef þið sækjum lóð þá viljið þetta væntanlega fara í framkvæmdir mjög fljótlega, þannig að það má ekki stranda á stjórnsýsluna með þess að bíða, þannig að við þurfum að auka skilvirkna þarna. Inn á varandi Bríet og Brák og útboð og gagnsæi þessu, ég held að einmitt öll þau verkefni sem að sveitarfélagi stendur að, þessi stærri verkefni sérstaklega, þar auðvitað viljum við að sé farið í útboð, og svo sem það var spurt að þessu á miðvikudaginn ef ég man rétt, cirka, og þar voru allir meira og minna sammála það, því að þetta snýst auðvitað við viljum að okkar verktakar hér á svæðinu auðvitað standi á sama grundvelli og allir aðrir til að kemur að því að vinna verkefni hérna inn á svæðinu. Það er auðvitað bara gríðarlega mikilvægt og jafnréttismál. Stefnið varst aðeins að koma hérna inn á ofanflóðavarnirnar, og þetta er auðvitað samtal sem við höfum átt núna við ofanflóðasjóð við lengi og erum í mjög virku og góðu samtali við þá, og einmitt þetta með að verja byggðina hérna út frá og sömulegis með atvinnusvæðið okkar. Það eru auðvitað, og við höfum svo sannlega komið því sjónarmiði okkar á framfæri, það eru auðvitað, við höfum miklum hagsmunum að gæta með atvinnusvæðið okkar. Ég held að það séu auðvitað, við vitum það flest hér, að atvinnusvæðið okkar hér er lífaði samfélagsins, þannig að það er ljóst að við þurfum að fara í að láta verja það, og við munum auðvitað halda áfram að sinna því samtali við ríkið. Já, Gunnar, þú varst með hérna hjúkrunarheimilið og Breiðablik og að það að vera lengur heima, og ég er alveg sammálaðir að við þurfum að fjölga þessum valkostum fyrir fólk. Sumir vilja vera lengur heima en það er alls ekki allir. Þannig við þurfum að standa vörðu Breiðablik og við þurfum að bara svo endur taki spurninguna einfaldaða eða átgáðsendur úr sal einfaldaða, þannig hún sé á upptöku, að þá snýst þetta gagnrýni það að það sé innheimtir skattar svo sem útsvar og fasteignagjöld af fólki sem býr heima hjá sér, og það er þrýsting á ríkið að þessu verði breytt. Sé fátækagildra fyrir þau. Takk fyrir. Takk Gunnar fyrir að leiðrita þetta, svo getur nú svarað þessu þá rétt. Ég var meira að fara inn á þá línur að hér þetta væri fjölbreytt húsnæði, en það er rétt líka hjá þér. Það eru úrræði sem snúa að fasteignaskattinum sem hægt er að sækja hjá sveitarfélaginu til lækkunar, en þetta er klálega eitthvað sem þarf að vera til skoðunar ávallt hjá sveitarfélaginu. Við þurfum að hafa þetta í huga. Alveg bara góð brýning. Takk fyrir. Sýnist þið vilja árætta eitthvað eldsnögt? Úr því að Gunnar leiðriti okkur hérna á sviðinu, að þá er þetta þannig en eins og þú segir, það er alveg stór hluti eldri borgara sem að lifir á mjög lágum bótum og lifir á svona mjög takmarku fjárráð, og það er þetta mjög mikilvægt að við náum að ramma inn þennan hóp og náum að taka betur utan til dæmis eins og skattaafslætti og hugsa fasteignagjöld. Þá er mjög mikilvægt að við séum með eignalítið fólk og tekjulágt fólk, og það sé gripið hérna í samfélaginu og það sé gert á þeim forsendum að fólk geti verið heima og geti lifað á sínum launum eða sínum bótum. Við verðum auðvitað að sinna þessu. Takk fyrir, D-listi. Já, takk fyrir. Fyrst það sem að Guðrúður kemur inn á varandi ferðaþjónustunni. Ég er ekki sammálaður því að það hafi ekkert verið gert, en ég finnst að alveg verið sammálaður Guðrúður að við getum svo sannlega gert betur og við eigum að gera betur, og það höfum við verið sammála, og það snýr meðal annars að markasetningu á sveitarfélaginu. Það er ekki bara gagnvart ferðaþjónustunni, það er líka bara gagnvart nýjum íbúum og atvinnutækifærum, og það er líka bara gagnvart ímynd sveitarfélagsins, og þá segjum við Neskaupstað. Og þar fellur auðvitað líka margt af því sem við erum að gera daglega, skíðasvæðið. Þetta er ein keðja, og markasetning, það bara rammar það inn allt sem við getum bæði gert betur en erum líka að gera vel. Og varðandi tjaldstæði, það er eitt atriði sem við hefum svo sannarlega geta gert betur, og við hefðum átt að gera betur hér síðasta sumar, þar að segja.
Það var ekki í lagi hvernig staðið var að því. Við hefum átt að vera miklu fyrr komin í það að grípa inn í og vera búin að útluta svæði fyrr og gera það tilbúið fyrir sumarvertíðina. Varðandi síðan framtíðar tjaldstæðið að þá fór það í gegnum lögbundi skipulagsferli og við erum núna að fara að sjá ofboðslega flott tjaldstæði með fjölskyldusvæði og sem að mun gefa okkur tækifæri til þess að búa hér svona ákveðin ramma utan Neskustad sem verður eitt flottasta útivistarsvæðið á Austurlandi og það eigum við að fara að markasetja vegna þess að þetta verður algjörlega geggjað svæði og ég hlakka mikið til að fara í uppbyggingu á því með ofanflóðasjóði og það mun skapa heilmikil tækifæri. Ég held að Húnbogi ætlar að taka skíðasvæðið varðandi þar sem að Ari var að fara inn á varðandi lóðaframbúð. Þá er ég bara algjörlega sammálunum í því. Við þurfum að sjá til þess að það séu lóðir til í öllum okkar byggðakjörnum. Það er bara mjög mikilvægt. Við eigum alltaf að svara eftir spurninni. Við eigum ekki að vera að leiða fólk inn á einhver svæði. Markaðurinn á algjörlega að ráða för í þessu og þá er mjög brýnt að við sjáum til þess að það séu íbúðir hér, lóðir hér vegna þess að eftirspurnin er til staðar hér og víðar og þá þurfum við bara að fara að skipuleggja ný lönd í þeim efnum. Varðandi Bríet og Brák þá er það auðvitað þannig að við erum aðilar að Bríet, við erum stórir hlutafar í Bríet og þeir hafa verið að taka yfir megnið af okkar leiguhúsnæðum, þau hafa gert það vel. Þetta var stefna sem var mörkuð hér á árunum 2018 til 2022 í tíð Fjarðalistans og Framsóknarflokks og var vel gert. Það vel gert af verktökum sem að búa ekki í Fjarðabyggð. Býtu Ari, þú voru að leyfa mér að svara. Bríet hefur tekið yfir leiguhúsnæðin okkar og þau hafa verið að sinna viðhaldi betur. Þau hafa sinnt því mjög vel og við erum mjög ánað með það samstarf sem að við höfum farið í varðandi Bríet. Nú er ég ekki í stjórnar en maður hefur alveg séð það að það hefur verið miklu meiri viðhaldsgeta í því. Og svo held ég að þú sért kannski frekar að tala inn á eins og þú varst að tala málefni fatlaða og það úrræði sem við byggðum upp í Skála á Reyðarfirði sem var Brák. Og það var auðvitað ákvörðun tekin það áður en að við fórum í meirihluta en við studdum það og ákvörðunin það að taka að fara með búsetu úrræðið á Reyðarfjörð var einfallega tekin vegna þess að þar vorum við með þörfina til staðar vegna þess að vorum að sjá að þar eru börn með fjölþættan vanda sem að munu þurfa að komast þarna inn í framtíðinni. Þannig að þetta var bæði þörfin sem var til staðar og svo var líka verið að horfa til næstu ára og það getur vel komið til þess að við þyrftum að fara í fleiri slík úrræði. Ég hef meðal annars rætt það við Brák að þau séu leita meira til heimaaðila varðandi byggingarframkvæmdir og það á auðvitað að vera og við eigum að gera þá kröfu til þeirra og það á að vera jafnræði hérna í öllu hvað snýr að okkar atvinnu og auðvitað viljum við öll að það sé gagnsæi og útboð í sem flestu minnst að kosti þannig að allir aðilar geti komið að því. Og varðandi Gunnar, varðandi það sem þú varst að koma inn á þarna bara gildir það sama sko. Þarna snýst þetta bara eftirspurnina. Sumir vilja vera lengur heima, aðrir þurfa önnur úrræði og við þurfum að tryggja að þau séu til staðar og það kom skýrt fram í húsnæðiskönnuninni. Fólk með ólíkar þarfir, við glímum við ólíkar áskoranir í okkar byggðarkjörnum. Hér meiri þörf á fjölbreyttari húsnæðum fyrir eldri borgara heldur en í sumum hverjum stað. Og þess vegna vorum við einmitt að fara í þessu húsnæðiskönnun til þess að sjá hvernig þörfin væri í hverjum byggðarkjarna og henni eigum við að mæta og við eigum auðvitað að gera það sem í okkar valdi stendur en við eigum líka að vera hávær gagnvart ríkinu í að sækja það sem að þau vilja. Og það gildir alla þingmenn og ráðherra og að við séum að vera hávær og taka pláss í því að krefjast þess að við fáum fjármuni inn á þetta svæði. Já, ég kannski byrja á spurningun hans Stefáns ofanflóðavarnar. Við auðvitað bara vinnum þétt með ofanflóðasjóða að tryggja varnirnar að þær séu traustar. Þú spurðir sérstaklega ekki varnir út á Sæbakka sem þá væntanlega fyrir utan nýja garðinn. Ég þekki ekki alveg hvernig hættumatið á því svæði en ég menna ef
ef að brýn þörf er á að byggja varnir þá setjum við bara pressu á ofanflóðasjóð og vinnum í því. Og með atvinnuhúsnæðið, auðvitað er mikilvægt að verja atvinnuhúsnæðið, en við vitum auðvitað jafnframt að það hefur ekki sætt forgangi í ofanflóðasjóði, þeir hafa frekar lagt áherslu á að verja íbúðarhúsnæði. En auðvitað þegar þar að kemur þá auðvitað þurfum við að pressa á. Það er alltaf gífurlega mikilvægt að atvinnuhúsnæðið sé varið, eins og við þekkjum. Nú með skíðasvæðið, Petra spurði einfalt, þannig að það er svona við erum með í stefnu okkar, við viljum skipa sjálfstæða stjórn skíðasvæðið og færa þá reksturinn yfir í sjálfstætt félag. Stjórnin væri þá skipuð af hagaðilum svæðisins, af notendum og þá skíðafólki. Og fjárhagið myndi þá sjá fjármögnun á reksturum ennþá. Og með framkvæmdir, við viljum bara horfa til skýrsluna sem var unnin á árinu 2014. Þar var unnin mjög góð skýrsla þar framkvæmdir á svæðinu til 10 ára. Ég held hún hafi verið frá árinu 2018 til 2022 og hefur nú bara því miður bara verið illa fyllt. Það hefur ekki verið gert mikið við þá skýrslu, en hún er góð. Þannig ég held að svona brýnustu verkefnin, það er auðvitað eins og komið fram, tækjageymsla væri væntanlega ofala á baugi. Því að það náttúrulega geti dregið úr viðhaldsþörf, það er auðvitað dýrt að láta dýrtæki sitja úti, en svo eru þetta fleiri brýn verkefni. Það þarf að klára deiliskipula með liftuna, sérstaklega barnaliftuna, og svo þetta þarf að horfa á skálan í framhaldi af því, þannig að það er ansi mikið af verkefnum sem þar bíða. Takk fyrir, B-listi. Já, takk fyrir. Ef ég byrja á spurningunum frá Gurra með ferðaþjónustuna, eins og ég kom inn á áðan í opnunar innganginum, að þá höfum við hort til þess að efla ferðaþjónustu enn frekar. Á þessu kjörtímabili höfum við passað að sækja alltaf í framkvæmdasjóð ferðamannastaða og vera alltaf með eitt verkefni sem er í hönnun og annað verkefni sem er í framkvæmd, þannig að það stöðvist ekki þessi uppbygging áfangastaða, og það eru þessir svona seglar, ef svo má kalla, til að kannski draga einhverja ferðamenn sem að hafa áhuga á þeim. Við þurfum alltaf að gera miklu meira. Og það er svo margt sem spilar inn í þegar hort er til ferðaþjónustu. Við þurfum að efla samgöngur. Þær þurfum að vera í lagi og flugið. Ég held að myndi miklu fleiri koma einhver austur til dæmis í vetrar ferðaþjónustu Íslendingar ef það væri ekki svona ofboðslega dýrt að fljúga. Fólki finnst þetta bara langt, fólki finnst þetta kostnaðarsamt og það er náttúrulega, kannski getum við ekkert gert nema bara að reyna að svona vera rökfast í því að þetta sé kannski ekki boðlegt. Svo er það sýnileikinn. Við höfum ofboðslega mikið af náttúruperlum og ferðamannstöðum og hérna hefur orðið gríðarlega mikil uppbygging og ofboðslega mikið sem hægt er að gera og beitiskúrun og þetta bara vel gert og þarna við þurfum bara að sýna okkur betur og sýna hvað er mikið í boði þarna til að reyna að draga fólk austur og tala okkur sjálfu upp og vera jákvæð og svo náttúrulega sér maður að það er yfirleitt flestir hérna þegar það er gott veður, þannig að við höfum kannski bara, við höfum því miður ekki tök á því að stjórna því. En þetta er bara svo margir póstar sem að spila inn í og nú er verið að fara að gera nýja áfangastaða áætlun, ferðamannastaða á Austurlandi sem Austurbrú gerir. Þar á ferðaþjónustan aðila að borði og það er bara mjög mikilvægt að við vinnum vel með hagaðilum í ferðaþjónustunni að því að skipuleggja hvað það er sem að ferðaþjónustan vill að verði byggt upp næst. Vona ég svari því einhver leiti. Svo er það Petra á skíðasvæðið. Við höfum verið skýr með það að fyrsti forgangur er að byggja tækjageymslu af því að það er bara gríðarlega mikið af fjármunum sem að blæðir í gegnum viðhaldið og fjármagn sem að getur þá ekki farið í uppbygging á svæðinu, þannig að það væri forgangurinn. Næst er það skálinn. Ef ég er alveg heiðarleg sem ég er nú alltaf, þá leggjum við upp með tækjamiðstöðuna á þessu kjörtímabili og framtíðarplan til lengri tíma. Og Oddsskarð hefur til dæmis ekki verið á framkvæmda áætlun Fjarðabyggðar en á að sjálfsögðu að vera þar eins og annað. Þannig að við leggjum upp með að byrja á þessu og sjá svo bara hversu langt við komumst og móta þessa stefnu í samráði eða í sambandi við skýrsluna sem gerður á sínum tíma. Svo er það Ari og uppbyggingin. Ég hef átt í virku og góðu samtali við byggingaraðila og meðal annars Nestak og þetta er búið að vera þungt og deiliskipulögin okkar eru mörg barnsins tíma og við erum ekki með lóðir sem að eru til eða við erum bara ekki með nógu mikið úrval af lóðagerðum. Við erum með mikið af einbýlishúsalóðum eða þá lóðum fyrir bara aðrar húsagerðir, þannig að við þurfum að fara í gagngera endurskoðun á okkar skipulögum til að vera ekki alltaf að hægja á ferlinu.
að því að núna þeir eru sótt lóð þá þarf að deiliskipulagsbreytingu og þá þarf annað að auglýsa hann í 6 vikur eða að fara í grenndarkynningu í 4 vikur og þetta tekur bara allt svo mikinn tíma og meðan bíða verktakarnir. Þannig við höfum lagt upp með það að við þurfum að skipuleggja meira þannig að stjórnsýslan geti virkað hraðar og þar þurfum við klárlega að bregðast við og við höfum verið á þessu kjörtímabili að horfa til nýrra svæða hérna á Neskaupstað og það er alveg tækifæri hérna, það er ekki þannig að það sé bara ein lóð og ekkert þetta að gera en það er bara eins og ég segi og eins og ég sagði það er það sem ég sé eftir að hafa ekki ráðist í þetta strax frá upphafi. Við þurfum bara að fara hratt og örugglega í þetta núna og við erum búin að sjá hvar tækifærin eru og við þurfum bara að fara beint á þau en við höfum reynt að standa með verktökum og við höfum farið og gengið í hús eftir undirskriftum og við höfum flýtt fundum og haldið aukafundi til að koma í gegn framkvæmdarleyfum og byggingarleyfum þar sem við getum en þetta hefur verið erfitt og það hefur verið erfitt að finna þessar fjölbreyttu lóðagerðir sem er mjög miður og varðandi hérna Bríet og Brák eins og Ragnar kom inn á þá er það Brák sem að byggir skála og Brák þarf ekki að fara í útboð en Brák er í eigu 33 sveitarfélaga og auðvitað getum við þrýst á það og eigum eftir að gera það að svona verk fari í útboð og við munum bara að skoða það en það er rauninni ástæðan fyrir því að þetta tiltekna verk fór ekki í útboð á sínum tíma og varðandi Bríet það er svo sem var kannski Bríet er rauninni bara svona óhagnaðri leigufélag Fjarðabyggð á held í 11% í Bríet núna en við skal tekið fram kannski líka að þetta Bríet og Brák, þetta eru félag sem að byggja inngöngu á landsbyggðinni og eru ætluð til þess að aðstoða landsbyggðina. Fyrir utan reyndar að Bríet tók þátt í Grindavíku verkefninu á sínum tíma. En annars hefur þetta inngöngu verið út á landsbyggðinu og lyft grettistaki hér í uppbyggingu. Svo er það ofanflóðavarnirnar. Það var verið að skoða þegar að Sjálfstæðisflokkur og Framsókn voru meðal annars í ríkisstjórn þessar varnir við atvinnusvæði. Við höfum alltaf stutt það. Það hefur lítið heyrst það núna. Ég veit ekki hvað það stendur hjá nýri ríkisstjórn en það er bara eitthvað sem við þurfum að skoða. Og mati hérna út frá, við þurfum að fara bara í endurmat. Mati sem er í gildi núna er án varna og við þurfum bara að skoða það með nýjum varnagarði hvað sé hægt að gera og það bara að vera í virku samtali við Veðurstofan og ofanflóðasjóð þar að krefst þess að það verði farið í þetta endurmat sem fyrst þannig að við fáum þetta bara á hreint og það sé hægt að klára ofanflóðavarnir hérna í Neskaupstað. Við höfum mjög vel á þessu og svo skilst mér að sé samtal við Landsnet spennistöðuna sem að Hrafn kom inn á hérna og varúðarástæður gegn því. Þá er það Gunnar, gjöld af húsum, þetta getur verið mjög kostnaðarsamt, það er alveg rétt og ellilífeyrir en ekki alltaf hár. Þess vegna höfum við líka hort til þess að reyna að fjölga þessum íbúðum fyrir 65+, þannig að það sé þá íbúðir sem að vonandi þarf ekki að fara í viðhalda en auðvitað kostar að búa í þeim eins og öðrum það er alveg ljóst en við viljum að fólk sem að vill búa heima hafi þá kannski frekar kost á því í minni íbúðum sem að þá kannski ódýrara að reka fyrir vikið, læri gjöld af þeim. En þetta útsvara fasteignagjöld, þetta er náttúrulega bara lögbundin skattstofn og eini lögbundin skattstofn ríkisins, en ég tek þessari áskorun að, hvernig segir það, hjóla í ríkið. Við skulum bara skoða hvort að það sé ekki hægt. Það er alveg alltaf gott að gera það annars lagi og svona aðeins láta minna á okkur. Takk. Takk fyrir, við förum að loka þessu. Örstu spurning á meirhlutin þess að fylgja til spurningu sem komið úr salnum. Staðan á tjaldsvæðinu fyrir sumarið hér í Neskaupstað. Hver er hún? Verður það tilbúið, hver er lausnin? Það eru upplýsingar sem Austurfrétt frá ofanflóðasjóði eru að þetta sé á höndum sveitarfélagsins. Já, í sumar verður tjaldsvæði út á Bökkum og við munum passa að það verði auglýst og merkt tímanlega. Þetta var bara mistök í fyrra, það var ekki nógu vel á þessu staði, við tökum það bara til okkar og við göngum betur frá því núna og svo eins og þeir kom inn á þann svo verður náttúrulega bara nýtt og glæsilegt tjaldsvæði á Gylfastöðum sem að við ætlum rétt að vona að verði tilbúið næsta sumar og það verður bara, og það verður líka stærra og það var kannski það sem við horfðum til að á Bökkunum þá var ekki hægt að bjóða upp á jafn stórt og flott tjaldsvæði með allri þeirri aðstöðu sem þarf í dag þegar fólk er komið með risa hjólhýsi og stóra bíla, það er ekki boðlegt að vera þræða upp bæinn og
og á þessum minnasvæði sem var. Þannig að það var svona ástæðan fyrir því að það var hort á þannig stað. Takk fyrir, ég held þetta svara spurningunni. Ég ætla að bjóða okkur bara að eiga nokkur lokár, það bara sem að felast bara mjög stutt í að þakka fyrir og fundin B-listi kannski þið byrjið. Já, bara sæti. Bara sæti, við erum komið fram á tíma, við skulum bara lokum þessu bara snögt. Já. Mér langar bara að þakka kærlega fyrir hennar fundin í dag. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt, góða spurningar og bæði úr sal og á netinu. Mér finnst Fjarðabyggð eiga alveg ofboðslega mikil tækifæri. Við erum mikil sóknarfæri bæði í atvinnu, við erum með ótrúlega fjölbreytt atvinnulíf, við erum með hátt tekjustig, lítið hlutfall af atvinnulausum, við erum með bara ótrúlega burðugt og flott sveitafélag. Og við þurfum að vera stolt af því og við þurfum að tala það upp. Ef við erum ekki að tala samfélag okkar upp, þá er engin annar að gera það. Og ef við viljum fá fólk hingað, við viljum fá fyrirtæki, íbúa, þá verðum við að byrja á því að horfa inn á við og selja öðrum það hvað það er frábært að vera í Fjarðabyggð. Því að þó þessi ýmislegt sem megi laga, þá sé ég að hér er bara líka margt alveg óbúslega gott og samfélagi gott. Við þurfum bara að halda áfram með sameininguna líka og verða eitt og passa að allir byggðakjarnar hafi sína rödd. Við munum leggja mikið upp með það að auka íbúalýðræði og passa að allir hafi bæði jafnan aðgang að okkur óháð því hvar við búum. Við vinnum fyrir alla, vinnum fyrir Fjarðabyggð heild sinni og viljum bara vinna start og stöðut á því að allir sitji við sama borð. Takk fyrir þetta, D-listi. Já, takk fyrir. Ég þakka bara kærlega fyrir þennan fund, hann hefur verið mjög skemmtilegur og takk kærlega fyrir þessar spurningar. Ég og við í Sjálfstæðisflokknum erum bara að óska eftir umboði ykkar til þess að halda áfram að fara úr því að vera í vörn í sókn og við séum að sækja fram og það á viðum á öllum sviðum, við séum kraftmikil í einu og öllu, þá þarf fjárhagurinn að vera í lagi. Við erum búin að vera að spýta inn í framkvæmdir og viðhald og við þurfum að halda því áfram. Við erum á réttri leið með þetta og komið með okkur í þetta og ég hvet ykkur bara til þess að kynna ykkur stefnuskránna hjá okkur. Hún er yfirgripsmikil og metnaðarfull. Takk fyrir mig. S-listi. Já, ég tek undir mig hinum. Bara vil þakka ykkur fyrir að koma. Þetta er bara búið að vera virkilega góða fundur. Það er búið að reyfa svolítið stefnuna hérna hjá öllum og við vitum hvar við stöndum í þessu stóru málum og vonandi eru þið eitthvað nær. Og ég segi eins og Ragnar, hvet ykkur til að kynna ykkur stefnuskránna hjá okkur. Þetta minnir mig smá á framboðsfundina sem voru fyrir 4 árum. Það eru þetta gríðarlega margt gott í Fjarðabyggð, en það er margt sem á bæta og það er það sem við erum að bjóða okkur fram til að gera. Það er ýmislegt sem þarf að gera í þessu samfélagi okkar. Við finnum það á samtölum okkar við fólkið, við finnum það á samtölum okkar við félagssamtökin og alla í rauninu hér. Það er ýmislegt sem þarf að bæta og við viljum gera það með ykkur, í samtali við ykkur, í samráði við ykkur. Þannig að við bara byggjum ykkar stuðning til góðra verka og það er bjart framöndan í Fjarðabyggð og það er ekki línan. M-listi, takk. Já, við viljum bara leggja áherslu á það að við viljum hafa Fjarðabyggð í forgang, við viljum passa upp á hagsmuni Fjarðabyggðar, hagsmuni byggðana hérna. Við verðum öll að leggjast á eitt í að verja það sem við höfum, verja störfin og standa vörðum íbúðan okkar. Við þurfum að sækja fram, við verðum að sækja fram í ferðaþjónustunni, við verðum að auka fjölbreytni, við verðum að ná til okkar meira fólki. Við þurfum að standa vörðum hjúkrunarrýmin okkar, við standa vörðum þar eignir sem við eigum fyrir gamla fólkið. Við þurfum að efla, við erum búin að koma á markaðssetninguna. Við þurfum að auka aðgengi íbúðana að móttökustofunum, við þurfum að yfirfara sorpmálin, við þurfum að endurskoða leikskólamálin. Það er mjög margt sem við þurfum að gera og það er mikið talað þetta og mikið óskað eftir því að hér verði gerða breytingar á ýmsum málum. Og ef við viljum kjósa breytingar þá verðum við þetta að kjósa nýtt fólk til starfa og við bjóðum fram kraft okkur í það. Við viljum ítreka það við íbúa hér að við erum í símaskráni, við viljum fólk hafa samband við okkur, við viljum vera í góðum samskiptum við íbúana og við óskum eftir ykkar stuðningi. Takk fyrir. Takk fyrir. Fyrir hönd Austurfréttar Austurgluggans þakka ykkur fyrir fundin, bæði frambjóðendum og áhorfendum. Við vonum að hann hafi verið gagnlegur. Ég vil líka þakka frambúðinu sérstaklega fyrir samstarfi í undirbúningnum, Fjarðabyggð fyrir húsnæðið og tæknimönnum okkar Hjalta frá Tókatækni, Valbirni og Jóni, því án þess þeirra væri þessi útsending ekki möguleg. Takk fyrir, verið sæl.